Gott kvöld, komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu. Mánudaginn 13. janúar. Við ætlum að ræða ýmis málefni hérna í kvöld. Undir lok þáttarins þá fær María Lilja til sín Möggustínu í útvarpi Gaza til að ræða málefni Palestínu, hver staðan í dag. Við fáum svo eiginlega svona umræðu í kjölfarið á mögnuðu málþingi sem var í Safnahúsinu helgina. Þetta svona umræða framtíð fréttamennskunnar. Björn Leví Gunnarsson, fyrrum þingmaður, Tjörfi Sjött, doktorsnemi í sagnfræði og Þorsteinn Sigurlaugsson hjá Málfrelsi. Þeir koma hingað og ræða fjölmiðla og tjáningafrelsið við Björn Þorláksson. Ég ræði við sumarliða Íslefsson, sagnfræðing og lektor í hagnýttri menningarmiðlun í Háskóla Íslands svona eiginlega orðræðan Grænland. Hann eiginlega sérfræðingur í ímyndum norðursins og svona hvernig oft við kannski notum orð og hugtök sem eiga uppruna sinn í ákveðnu hugmyndafræði sem við erum oft ekki alveg meðvituð Þannig ég held að sé mjög mikilvægt að ræða núna skrælingiháttin og annað í tengslu við Grænland. Við tölum við hann á Zoom. Jóhannes K.R. Kristjánsson, blaðamaður, gerði þáttaröð lífið á bráðamóttökunni og hann að svona leggja til að 100 rými fyrir aldraðara gætu leyst vandan og hann að tala líka lyfjafíkn ungs fólks. En fyrst það María Lilja sem með svona puttan á púlsinum, svona það sem eiginlega ógn núna margra kattareigenda og katta sem sagt og líka bara, við vitum ekki hvort það annarra dýra og mannskepnunar. Þetta þessi ferlega fuglaflensa sem við ætlum að ræða hérna í upphafi. Það Kristjana Ásbjörnsdóttir, doktor í faraldsfræðum, ræðir þessa ógn og svona situr hann í samhengi. Þannig að það margt svona og dálítið mismunandi sviðum til umræðu á Rauðaborðinu í kvöld og ég minni ykkur nú á að þið megi gjarnan styrkja okkar samræðu vettvang sem samstöðin svona óháður á að vera óháður eða opin og gagnrýnin eða sem sagt allavegana sum sé svona alternatífi við aðra fjölmiðlun á Íslandi og þar má fara inn á vefinn samstöðin.is og íta á hnapp sem heitir áskrift. Það öllum opið hins vegar að horfa á okkur á YouTube gegnum klippurnar á vefnum okkar samstöðin.is. Ýmis hlaðvarpsveitur eru með þættin okkar og sjónvarp Símans með þættina meira segja í mynd númer 5 og svo það útvarpið 89,1. Ég þakka Pétri Fjellsteð fyrir að sitja með okkur í kvöld og varpa dagskrána yfir til ykkar og bara biðja ykkur að fara ekki langt. Við ætlum að fá örstutta orðsendingu og svo byrjar samræða kvöldsins. Takk. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þarftu að tala borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkja við í Bólholt 6, 105 Reykjavík. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
Komið sæl aftur og hjartalega velkomin að Rauðaborðinu. Hjá mér góður gestur en það geisar fuglaflensa í veröldinni. Dr. Kristína Ásbjörnsdóttir, vertu velkomin. Takk fyrir það. Kannski byrja bara á því að spyrja þig, þú ert faraldsfræðingur. Hvað í ósköpunum faraldsfræði? Faraldsfræðingar sem sagt rannsaka heilsu fólks, heilsu heilla þýða eða þjóða. Þannig að við erum að skoða munstur og útbreiðslu sjúkdóma og hverju veikjast og hvers vegna þau en ekki einhver önnur og áhættu þætti og verndandi þætti og svo framvegis. Já, þannig að þetta er mjög fræðilegt. Já. Þetta er svona fræðin á bakvið, bara hvað sem í rauninni, hósta og... Já, og þetta byrjaði, faraldsfræði byrjar sem grein sem aðalega að skoða smitsjúkdóma því þá eru svona sjúkdómarnir sem við skildum best og svo höfum við svona með tímanum farið að rannsaka ósmitbara sjúkdómar sem eru þá krabbamein og hjartasjúkdómar og svo yfir í geðheilbrigðissjúkdóma og líka slys og ofbeldi og allt mögulegt sem hefur áhrif á bara mannlega heilsu. Og það voru nú kannski, við höfum heyrt alltaf svona af og á af einhverju fyrirbæri sem heitir fuglaflensa. Þetta er nú eitthvað svona sem ég held að ég hef heyrt fyrst af þessu bara í kringum 20 eða eitthvað. Þetta er eitthvað svona sem hefur svona vofað yfir okkur eitthvað neginn sem einhver ógn úr fjarska en nú sjáum við fréttir úr Vatnsmýrinni hérna helgina þar sem að hafa fuglar fundist, bara hræ í tugatali. Hvað er eiginlega að gerast? Er þetta eitthvað sem við þurfum að óttast? Fuglaflensan er einn af þessum sjúkdómum sem er alltaf verið að vakta vegna þess að hann telst hafa þann möguleika að verða hugsanlega að faraldri í fólki og jafnvel þá að svona heimsfaraldri í fólki eins og við þekkjum frá COVID. Og í rauninni löngu áður en COVID kom fram á sjónarsviði þá var verið að horfa á fuglaflensu og hvort að það væri næsti sjúkdóminn sem við þurftum að hafa áhyggjur af. Og hingað til hefur fuglaflensa, það er alltaf fuglaflensa í dreifingu á milli villtra fugla, bara svona eins og það er alltaf mannaflensa að ganga á milli fólks og hún gengur í bylgjum alveg eins og hjá fólki og það eru ný svona afbrigði og stökkbreytingar sem eiga sér stað og það er bara eitthvað sem að flensuveirur gera en svo koma stundum afbrigðir sem að við höfum meiri áhyggjur af heldur en önnur og það gerist þegar við förum að sjá svona mikið af villtum fuglum sem er að drepast úr fuglaflensu og núna er á Íslandi að finnast töluvert af þessu sem heitir H5N5 afbrigði af fuglaflensu í villtum fuglum og eins það var sama afbrigði sem að koma upp í alifuglum fyrir jólin. Og það er svona það sem að getur gerst er að þessi flensa sem er alltaf í gangi hjá villtum fuglum getur komist í alifugla og alifuglar eru náttúrulega í miklu nánara samneyti við fólk og þannig að þegar það hafa komið upp tilfelli í fólki ekki á Íslandi heldur bara svona í heiminum þá hefur það yfirleitt verið fólk sem að vinnur innan fugla eða er með sína eigin alifugla í bakarunum hjá sér svona að eiga hænur til þess að tína úr þeim egg eða svoleiðis. Og hvað getur við, hvernig þegar þetta smitast í fólk, nú talaði það var á Vísi í dag, það var nú svona greina góð lýsing á dauðastríði aumingja dýrana, þetta er þetta bara hryllilegt, það er svona eins og þau fara að haga sér svolítið undarlega og ég erfitt með að ná andanum og eitthvað svona, er þetta eitthvað sem leggst alveg eins og fólk eða er þetta öðruvísi eða svona þessa örfáu aðila sem eru í tengslum við svona dýr? Tilfelli sem að hafa sést í fólki, það er reyndar aðeins annað afbrigði H5N1 sem er að ganga í Bandaríkjunum eins og það er verið að vakta mjög náið, það hafa komið upp ég held að sé ekki einhver 24 eða eitthvað staðfest tilfelli en almennt þegar við höfum verið að sjá smitt úr fuglum og yfir í fólk þá getur það verið allt frá því að vera bara mjög milt, þetta er svona eins og að fá kvef og yfir í að vera frekar alvarleg veikindi og lúnabólga og svona og það gerðist núna held ég bara hvort það var í þessum mánuði eða síðasta að það var eitt dauðsfall í Bandaríkjunum sem var sem sagt maður sem að dó úr fuglaflensu en það er ekki mörg svoleiðis tilfelli skráð en það er náttúrulega sem við höfum áhyggjur að vera flestir smitsjúkdómar geta verið á rófi frá því að vera bara mjög minniháttar og yfir í að vera frekar
alvarlegir og sá aðili var vissulega með undirliggjandi sjúkdóma, það er ekki búið að gefa út hvaða undirliggjandi sjúkdóma en þetta sem sagt, það var ákveðið svona sjokk að sjá einhvern deyja úr fuglaflensu, af því að yfirleitt hefur þetta verið þegar þetta kemst í fólk tiltölulega svona mild, já, fyrir svona mildum hundum og þessa einstaklinga þá sem eru í miklu samneyti við alifugla. Já, það nefnilega það sem að hefur alltaf verið að sko fuglaflensan getur smitast úr fugli og yfir í spendýr og þar á meðal úr fugli og yfir í manneskjur en hefur hingað til ekki verið með þá stökkbreytingu sem að gæti orðið til þess að hún fær að smitast frá einni manneskju til annarar og það þegar sú breyting verður, þegar að veikur einstaklingur getur smitað aðra, þá getum við farið að sjá faraldra. En meðan að öll tilfelli í fólki eru rekjanleg til beinna snertingar við fugla, að þá tölum við það að þetta sé ekki komið á það stig að þetta sé faraldur sem getur orðið í mönnum. En hins vegar erum við búin að sjá núna á Íslandi og eins og hefur sést áður að fuglarnir hafa verið að smita spendýr, bara ekki manneskjur. Þannig að það hafa sérsagt það eru staðfest smiti í 2 köttum sem að hafa drepist úr fuglaflensu, já. Já, það er og það er þá, en það væri þá í rauninni lítil smithætta af tíðum heimilisköttum í heimilismeðlimi. Já, allavega erum við ekki mennin staðfest tilfelli þess á heimsvísu að það hafi gerst. En það er sérst alltaf það sem við höfum áhyggjur af þessi litla breyting sem að gæti orðið það sem að vírus sem að þarf að berast beint úr fugli í spendýr færi allt í hann að geta borist frá spendýrum til annara spendýra og frá fólki til annars fólks. Yeah. Og hingað til höfum við ekki séð það gerast en þetta er það sem er alltaf verið að vakta. En hvað nú er þetta aðalega gæsir eins og í Vatnsmýrinni sem hefur, er eitthvað svona hvað á fólk að gera ef það bara gengur fram og svona hræ? Þá á að tilkynna til Matvælastofnunar og Matvælastofnun á að halda utan fréttir af þessu og það er verið að færa þessi hræ til rannsókna til þess að kanna hversu útbreitt það er að þau fuglahræ sem við sjáum séu vegna fuglaflensu og þannig að það er ekki spurning, þá ekki að vera feimin við að láta vita af því að betra að ringja á ofteldan og sjaldan og líka því lengur sem að hræin liggja því líklega er náttúrulega heimilis gæludýr komist í fuglarhræ og það þekkja að flesta dýra eigendur að mjög mörg dýr eru áhugasam hræ sem þau finna á víðavangi og það er náttúrulega aldrei skemmtilegt en það er sérstaklega svona varhugavert akkurat núna. Já. Hvernig nú er Baldur hundurinn minn, hann fer oft í göngutýr í Vatnsmýrinni og þar í kring og hann borðar gæsakúk svona ef hann kemst í hann. Já. Mér finnst það verið rosalega viðbjóðslegt en þetta er það besta sem hann veit. Er þetta til dæmis eitthvað svona sem að ætti að varast? Gæti hann smitast af kúk? Hann gæti hugsanlega gert það, já. Fuglar smita hver annan fyrst og fremst í gegnum fuglaskít. Þannig að það að þó að flest staðfest tilfelli séu kannski af beinni snertingu við hræ að þá vitum við að það er mjög mikið af veiru í fuglaskít, þannig að ef það er hægt að samfara dýrunum að láta gæsaskítin vera akkurat á meðan við erum að díla við þetta. Vera með mjög stuttum taumi. Já, einmitt. Að ræða þetta mjög alvarlega. Þetta sé kannski ekki tíminn. Nei, einmitt. Ég fæ alveg svona hroll því ég hugsa þetta. Þetta er svo hræðilega ógeðslegt. En þetta myndi ég nú segja sko nokkuð jákvæðari viðbröð frá þér fagaðalega heldur en að maður hefur séð svona við gripum sér ákveðið svona æði kannski á samskiptamiðlum og hún Oddný Eir samstarfskona mín var að segja mér að við höfum nú bara fengið sérstaka fyrirspurnir það að fá til okkar í dag eitthvað til þess að ræða fuglaflensunum því fólk þetta bara mjög hrætt. Já. Og það er náttúrulega vegna þess að þrátt fyrir að það sé ekkert mikið af dauðsföllum sem er hægt að rekja til fuglaflensu í fólki, þá eru líka mjög fá tilfelli vegna þess að tilfellin koma öll frá beinni snertingu við fugla. Þannig að það er mjög skiljanlegt að fólk hugsi, já en ef þetta færi nú að dreifa sér miklu víðar og það væri einhver ákveðin prósenta sem að verði mjög veik og jafnvel
lendir í lífshættu að þá gæti þetta orðið mjög alvarlegur faraldur og þess vegna hefur við alltaf verið að vakta fuglaflensuna með tilliti til þess ef hún tæki nú upp á því að fara að smitast mann á milli. En eins og staðan núna þá aðalmálið bara að nálgast ekki fuglaræ af villtum fuglum og ekki heldur veika fugla. Það hefur sést svona undarlega hegðun, villtir fuglar sem að leita meira í fólk heldur en venjulega eru kannski eitthvað bara ringlaðir og ekki líka sjálfur sér. Zombie-bíómynd. Já, svona leiðilegt að segja það en þú veist, ef að fuglar eru eitthvað sérstaklega áhugasamir fólk þá maður kannski frekar að draga sig í hlé heldur en að leyfa þeim að nálgast og svo þetta passa upp og að dýrin mann komist ekki í hræ og og svona reyna að draga úr umgengni við fuglaskít. En svo það líka bara þeir sem að hafa ástæðu til þess að snerta fugla sem eru að halda fugla eða vinna með alifugla. Þetta alveg sérstaklega áríðandi að passa upp á sótturinn svona á höndum og svona núna meðan á þessu stendur. En allavega hinga til ekki ástæðu til þess að almenningur sé að hafa mjög miklar áhyggjur á eigin heilsu þó þetta sé náttúrulega eitthvað til þess að Já. Þetta er ekki skemmtilegt. Nei. En nú eru til alls konar fuglar. Hvað með fugla eins og eru bara páfagauka? Er þetta eitthvað sem getur borist inn á heimilin bara í páfagauk? Sko, gæti gerst. Þeir eru alveg móttækilegir fyrir fuglaflensuveiru eins og aðri fuglar, en í flestum tilfellum þá náttúrulega eru þeir ekki komast í beina snertingu við villta fugla eða í rauninni fugla utan síns heimilis. Þannig að þá eru svona ekki margar smitleiðir en jú, þeir eru alveg móttækilegi fyrir þessu alveg eins og alifuglarnir þar sem að smiti kom upp fyrir jólin, þannig að þetta kannski það eru litla líkur á því fyrir fugl sem að býr nú þegar inn á heimili en ef að það er að koma nýr fuglin á heimili að þá hugsanlega gæti hann hafa smitast þar sem hann bjó áður eða ef að þeir einhvern veginn komast í snertingu við villta fugla þá það alveg hugsanlegt. Já. Og það bara, einmitt, þessar smitleiðir, þær eru ekki svona með lofti, þær eru í kúk og ræjum og svo kjöti. Og kjöti, já. Og það ekkert eitthvað sem hægt að steikja úr kjöti. Jú, það náttúrulega bara eins og með aðra sýkla að full elda alltaf fuglakjöt. Fuglakjöt sérstaklega móttækilegt fyrir því. En já, þess vegna var verið að vakta svona náið þegar það kom upp smiti í alifuglum að vegna þess að það hugsanlegt að smitast af kjöti líka. Já. Þannig einmitt, það bara gegnumstekið, það gera það nú allir heldur. Já, ég ætlum vona það. Já, Kristjana Ásbjörnsdóttir, doktor Kristjana, faraldsfræðingur og bara takk kærlega fyrir að koma og útskýra þetta svona nánar fyrir okkur, skref fyrir skref. Það alltaf ekki mikið óttast ennþá, en við höfum augun opin og þig á línunni kannski. Já, og ringjum í Matvælastofnunni og við rekumst á dýr á hræ á almannafæri. Akkurat, takk kærlega fyrir þetta. Ok, það var lítið. Og tók ég við það meira hér handa við hornið. Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, komið sæl og blessuð. Þessu eru mörg dæmi að heimilisvinir okkar svokallaðir á sjónvarskjánum, fólk sem að við sjáum nánast daglega, breyta einhverju leyti vettvang og stundum finnst mann eins og einhver hafi gufað upp sem að maður vanur að sjá kannski í tengslu við fréttir eða fréttaþætti eitthvað svoleiðis daglega í stofunni heima. Oftar en ekki þá það nú þannig að þetta fólk gufar ekki upp og oft heldur það áfram að gera svipaða hluti og það hefur verið að gera þótt, hvað maður að segja, dagleg ásýnd þess verði ekki söm og mér lék forvitna á að vita hvað Jóhannes K.R. Kristjánsson, einn okkar fremsti rannsóknarblaðamaður, maður sem ég kynntist þegar við vorum að vinna stundum saman að einslugum í Kompási fyrir langa löngu og hann komin hingað í stúdíu til okkar. Vertu velkomin Jóhannes. Takk fyrir. Þú ert náttúrulega hvað maður að segja, þú ert má ekki segja að þú sért fyrsta kynslóð rannsóknar blaðamanna í sjónvarpi.
Jú, kannski má segja það. Kompás var, fréttaskýringaþátturinn Kompás var svona, já, ég meina, ruddi brautin aldrei í þessari tegunda blaðamennsku. Það er að segja, við fórum, þetta var fréttaskýringaþáttur og þátturinn var þannig uppbyggður að þetta voru 3 mál í hverjum þætti að jafnaði og við gáum okkur tíma í að skoða málin kafa hon í málin. Þannig að við vorum að svona, eins og við köllum það, að djögla málum. Þannig að við vorum að vinna í mörgum hlutum í einu og svo þegar við vorum konin nógu langt með eitt máli að þá gátum við fara með það út og svo kollakolli. Þannig að, jú, allir það ekki. Þráttur að höfum bara verið 2 fyrsta árið, ég og Marteinn Þórsson, að þá var það mikill skóli og við lærðum mjög mikið af því og við þurftum líka að henda okkur út í djúpu launa vegna þess að við höfum kannski enga fyrirmyndir svona íslenskar sko. Jú, fréttaaukin hafi verið á RÚV hann einhverju áður. Já. Sem var, ég man ekki hvort það var í einu sinni mánuði. Já. En það voru ekki margir þættir sem komu á honum sko. Nei, og áhugavert sko að Kompás afurð einkaframtaksins. Já, það var mjög, og ég meina við fórum líka vel af stað og við vorum hvað í loftinu vorum við ekki 4 ár, ég held það. Og að fá Kristinn Hrafnsson hann inn líka sem náttúrulega var mjög reynslumikil á þeim tíma og ég get alveg kalla hann einn af mínum mentorum í blaðamennsku. Mjög dýrmætt. En við hreyfðum við málum á Íslandi. Já, heldur betur. Og náðum að kafa onni í fullt af hlutum sem að við, allan að ég, maður horfið tilbaka og heldur maður að þetta hafi skiptið ykkur máli. Já. Við ramman reypa draga sko því að við vorum svolítið svona íhaldsum held ég í viðþórum okkar gagvart blaðamennsku og fréttamennsku og ég man að maður þótt ég væri nú sjálfur stundum í því að hjálpa ykkur með einslög í Kompási þar sem ég var fyrir norðan á Akureyri þá man ég að ég spurði mig svona stundum þegar ég sá til ykkar býtum á þetta. Já. Það var ekki alveg. Við fórum alveg... Mávillausar heimildir var eina af þessum spurningum. Já, og þetta var gert að mjög ígrundu máli. Það er að við að nota falda myndavél, við gerðum það ekki nema það væri engin önnur leið til þess að upplýsa það sem væri að gerast. Og það er svona viðmiðið, en ég man eftir við fórum í heimsókn á bara allt Kompás gengið, við fórum í heimsókn á til Danmerkur og heimsóttum þar fjölmiðla og við fórum á, ég ætla ekki að nefna hvaða fjölmiðl það var, en þar áttu við fund með yfirmönnum eins fjölmiðilsins þar sem að það var hugmyndin að setja á fót þáttar sem eru bara notaðar faldar myndavélir. Það var eini tilgangurinn. En það fannst okkur rangt vegna þess að þú notar ekki faldar myndavél nema að það sé eitthvað markmið með því. Það er að segja að þú ert búin að reyna allt annað til þess að fá viðbröð að sýna fram á það sem er að gerast, það sem á erindi við almenning og ef það er engin önnur leið þá er það réttlætanlegt en þar samt að gæta sín í því vegna þess að oft getur bara það að nota faldamyndavél umræðan í kringum það verður oft meiri heldur en fréttina sjálfa. Já. Síðasta dæmi sem við höfum það hér úr íslensku stjórnmálalandslægi var að þínum að þetta réttlætanlegt að birta þessi myndskeið af syni Jóns Gunnars. Já, mér fannst það eiga erindi við almenning þrátt fyrir að nú veit ég ekkert hver tók þetta eða hver gerði þetta eða hvernig það var. Nei, enn eru ekki með neins svör það. Já, mér finnst það alveg að því að þetta var náttúrulega fjölmiðill sem birti þetta og þetta hafði verið skoðað og við þekkjum samhengi í því. Þannig að, já, mér fannst það. Þú hefur, ég nefndi það í inngangi að það voru skeið í þínu lífi þar sem að þú ert á Kompási, það varst nú reyndar ekki daglega í sjónvarpinu en þú varst nú ansi oft þegar þú starfaðir hjá Kastljósi árum saman með ansi svona bitastætt efni. Þú lendir náttúrulega svo í áfalli þegar dóttir þín deyr og vegna ofneyslu fíkniefna, ekki satt? Já. Og þú helgar svona já, það má segja að þú fari mjög aktíft í að reyna að varpa ljósi á þann heim, ekki satt? Jú, mér fannst það bara, hún deyr 2010 já. Og 2011 fer ég af stað í Kastljósinu með sérstaka umfjöllun þennan heim ungra fíkla. Já. Það sé bara í rauninni krakka sem eru að
nota morfínefni og ég hafði verið í kompássi 2005 og 2006 og 2007 þá hafði ég verið að fjalla þennan læknadóps heim eins og við kölluðum hann þá. Einmitt. Og þá á þessum tíma voru bara, ég man eftir að fyrsta umfjöllunum mín morfín á götunni það voru 3 til 5 að degi á ári. Já. Það var 2006. Og þótti það nú heldur betur mikið þá? Það þótti mjög mikið þá, sko. Og þá var aðgengi að þessu, að þessum efnum auðvitað minna, en það var aðgengi og já, það þótti mikið að væri 3 til 5 að degi á ári á þeim tíma en svo jókst þetta svona hægt og rólega og þegar að dóttir mín deyr að þá ég man ekki hver tala var þá, hver margir létust, en eftir að ég hafði svona komist yfir áfallið eins og maður gat, sko, að þá fann ég mjög sterkt hjá mér að ég vildi kafa onni innan heim til þess að sýna fram á það hvað aðgengi væri mikið og hvaða væri ungi krakkar í þessum heimi. Já. Og þá fór ég bara ég fann að það skipti mála, ég var pappina Sissu sem hafði dáið. Já. Og ég fekk svona aðgang að þessum krakkum og þessum heimi bara, að því að ég held að krakkarnir hafi bara viljað að sína hvernig þessi heimur er. Já. Og þetta voru 5 þættir í Kastljósi, þetta var heil vika. Já. Þannig að mér fannst það, og þetta var svona líka ákveð uppgjör mitt við það að uppgjör og bæði það mér langaði til þess að saga Sissu yrði bara ódauðleg, sko, til að það væri ykkur tilgangur með þessu. Já. Staðan í dag, hún er ekki svo að 3 til 5 degi á ári og við erum að tala hræðilegan veruleika. Já, það eru svo margir að deyja vegna óneyslu og ég bara man nú ekki alveg, þú veist, það fennu oft að fenna yfir það sem maður hefur gert í blaðamennsku, sko. En ég man allavega eftir í þessum fréttaskýringum sem við gerðum í Kompássi og í Kastljósinu að þá talaði ég við landlækni á þessum tíma og einmitt þá var verið að reyna að finna lausnir á því hvað væri hægt að gera og það, þú veist, það vantaði ekki viljan. Nei. En einhvern veginn það var bara, ég veit ekki hvort það hafa verið að senda stöða þetta eða hvað, sko, þetta gekk einhvern veginn stjórnlaust áfram, sko. Já. Og hvort það sé líka verið það var verið á þessum tíma allavega svona var grunur það að það væri svona að hefjast að smygla inn þessum efnum líka, sko, eða þessum pillum. Já. En já, manni finnst þetta bara sorglegt hvernig þetta og ég bara veit ekki hvað hægt að gera til þess að stöða þetta og ég hugsa aldrei ekkert mikið það þannig sé að mér finnst þetta ég er svona búið með hann að pakka bara einhvern veginn, sko. Já, sko ég upplifi þessi mál svo litið sjálfur þannig að bara svona þegar ég velti fyrir mér heilbrigðismálum íslensku þjóðarinnar þá finnst mér sumt vera bara mjög vel gert. Já. Til dæmis þá held ég að það sé ekkert mjög mörg lönd sem að þú ert betur komin ef þú færð hjartaáfall eða ef þú lendir í bráðri hættu þá held ég að það sé að jafnaði mjög vel séð en þig hér. En það er sko þetta sem við erum að tala það er í rauninni þetta þessi skortur á viðbrögðum að tækla þennan hrikalega vanda sem er ofneysla á lyfjum hjá ungu fólki, sjálfsvíg, hlutir sem tengja depurð og vanlíðan að þarna er maður alltaf svolítið bara býtu við hvernig getum við liðið þetta? Akkur erum við ekki að ræða þetta á hverjum degi? Akkur erum við ekki að gera eitthvað meira í þessu? Já. Og svo einmitt hefur nú verið annar þáttur íslenskara heilbrigðisþjónustu sem að var nú síðast fjallað í Skaupinu að sumir vilja nú gera allt frekar en að fara á bráðaþjónustuna. Jafnvel þóttu missir fingur þá ætlar að fela það fyrir fjölskyldunni því að þú vilt allt annað en að fara á bráðamóttökuna en þar hefur þú verið að leita fanga núna undanfari líka. Já, ég er búin að vera þar. Ég byrjaði að þessi þættir, ég ákvaði að sögla dálítið og ég hafði ekki unni mikið með hljóð. Þannig að mig langaði að fara að gera hlaðvarpsþætti og
fann þetta stórgóða nafn sem að þátturinn heitir Á vettvangi og fyrsta serían fjallaðum, þá fekk ég semst leyfi til þess að vera inn á kynferðisbrotadeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu og ég var með þeim alveg í 3 mánuði og fekk að fylgjast með þeirra daglegu störfum og fara með þeim í handtökur og þessi mál sem að komu, bakvaktarmálin og allt þetta og ég fekk mjög góða innsýn inn í starf lögreglunnar á þar að segja kynferðisbrotadeildarinnar og gerði þá 5 þáttar seríu sem ég vinn í samstarfi við Heimildina. Já. Og síðan fór ég að hugsa hvað langar maður að gera næst og þá kom náttúrulega bráðamóttakan upp strax og það er erfitt að fá leyfi til þess að komast inn í þessar deildir en ég fekk leyfi og þar var ég frá því í september og nánast fram að jólum 3 þættir komnir út og það fyrir mig að vera þarna var mjög mikil upplifun og að sjá bara hvernig ástandi getur orðið þarna, hvernig það er þarna, hvernig starfsfólkið er og hvaða verkefni koma inn. Þetta er ótrúlegt. Já, sem sagt, það er aðstæður sem að við flest okkar hinna forðumst að stíga inn í og viljum helst vera sem fjærst, þar kemur þú og breytir þér flug á vegg stundum. Já, því að mér finnst að ég er svo heppinn að ég nýt ákveðins trausts og þetta var fyrsta skipti sem einhver blaðamaður fengi að vera með kynferðisbrotadeildinni og svo líka á bráðamóttökunni og mér finnst það mjög mikilsverði og vil vanda til verka þetta og mér finnst þetta að vera þetta er svona heimur sem að við vitum að er þarna en við vitum ekki hvað gerist á baku tjöldin þar að segja þessi alvöru stóru verkefni sem koma að inn og meðan að það býður fólk á beðstofunni og er svo sannarlega þarf að sinna því fólki og það er kannski fólk sem er statt á sínum versta stað og líður illa virkilega en er kannski ekki lífshættulega veikt en líður illa vegna þá líkamlegra eða jafnvel andlegra einkenna en á sumum tímum það sem er að gerast inn á neyðarstæðanum á bráðamóttökunni eru svo stórar aðgerðir stundum oft á dag þar sem er bara hreinlega allum mannskapurum fyrir það að bjarga lífum á stundum á 2 eða 3 neyðarstæðum í einu á sama tíman og sjúklingarnir samankortis á biðstofunni veit ekkert hvað er að gerast þarna og meira sé að þeir sem eru á göngunum hafa kannski verða var við einhvern smá asa en það er fólki kannski ekki átt að sjá því það er hjartunhóð í gangi eða eitthvað verið að sinna sjúklingi sem kemur alvarlega slasaður sko. Já. Þannig að þú ert að segja okkur að ósýnilegar hetjudáðir séu þarna framdar frá allan sólarhringinn bara. Já, það er bara við ómanniskulegar aðstæður. Aðstæðarnir eru svo erfiðar vegna þess að allir þeir sem vinna þarna hafa mjög mikið metnaði því það að sinna öllum sem að koma þarna. En þegar að það er ekki að losa fólk af deildinu vegna þess að legudeildinir eru fullar af eldra fólki sem ætti að vera komast inn á hjúkrunarheimili eða fá þjónustu heim að þá er ekki að losa deildina og við þessar aðstæður skapast þær aðstæður að það er ekki hægt að skoða sjúklinga á sómasamlegan hátt og ég sagði nú frá því hérna í einu þættinum að það var hjúkrunarfræðingur að lýsa því að hún hafði þurft að setja þvæglegi mann fram á gangi og bara setja svona þil á milli eða þil fyrir og það er náttúrulega eitthvað sem að bæði starfsmaðurinn, hjúkrunarfræðingurinn vill ekki þurfa að gera og þetta er bara eitthvað sem en það þarf að gera þetta og þetta er eini staðurinn og auðvitað er það verst fyrir sjúklingin þannig að þetta er mjög snúnar aðstæður en allir og ég fullir það bara því ég er búin að vera svo mikið þarna var hérna í einhverja 460 klukkutíma á vaktinni Já. Og það er allir að gera sitt besta þarna Já. Ég hef líka heyrt og gert fréttir eftir röddum sjúklinga sem að þarna komu og þurftu kannski að bíða í 20-30 klukkustundir áður en þeir fengu bót sinna meina fulla bót að þeir hafi bara upplifað sig í lífshættu þetta er kannski þreytt fólk þetta er fólk á miðjum aldri eða eldra fólk þetta er fólk sem að má ekki við til dæmis rosalegri
hávaðamengun, grátur, öskur, allstaðar í kringu þig, það sefur kannski ekki nóttina eins og hefði verið æskilegt og það kemur ofan á einhver mein sem þú kemur með á bráðadeildina. Getur komið eitthvað inn í þetta? Ég meina lætin þannig að geta verið mjög mikil og það eru bæði náttúrulega bara það koma upp atvikarna það sem er til dæmis andlega veikt fólk eða bara fólk undir áhrifum áfengis eða vímuefna sem að verða ósátt eða vilja fara út eða vilja ekki, þú veist það verða stundum læti þarna og svo fer þessi neyðar bjalla í gang sem er notuð og þá hlaupa allir til að því að ég upplifði það þarna að það var maður eða sjúklingur sem að fekk hjartaáfall, bara fór í hjartastopp á deildinni og þá þarf að bregðast við og það eru mikið læti þegar þetta gerist. Ég átta mig á því að það eru í þessum látum og þegar svona hlutir komu upp þar sem að sjúklingur verður ósáttur og það verða mikið læti, þá eru sjúklingar, oft aldrei sjúklingar á göngunum og ég bara veit að þetta er mjög erfitt og sumir verða bara mjög hræddir og þetta og vera þarna í svona á flóðlýstum gangi í staðan fyrir að geta verið inn á stofu en það er ekki hægt að því að deildirnar uppi eru fullar legudeildirnar. Þannig að þín reynsla segir okkur að í sömu tilvikum þá má kannski færa rök fyrir því að heilsa fólks hún versni við þessa dvöl þarna. Já, þú veist, það var gerð rannsókn í Frakklandi og ég minnir að það verið 1700 sjúklingar sem var rannsóknin náðu til. Þar kemur í ljós að það fyrir manneskju sem er eldri en 75 ára að dvelja eina nótt yfir eina nótt á bráðamóttöku að það bara minnka lífslíkur fólk sko. Já. Og auðvitað, ég segi söguna því þegar mamma mín sem er 91 árs þegar hún lendir inn á bráðamóttökuna því hún semst að það kom sprunga í mjamagrindin á henni og hún lá á miðjunni svo kalluðu á bráðamóttökunni í 100 klukkutíma áður hún komst upp á deild. Já. En þá var ég ekki byrjað að vinna hennar þátt sko. Nei. En þarna fann ég að starfsfólki var að reyna komin upp og það kom til mín og sagði þetta á ekki að vera svona, við erum að reyna allt sem við getum, við erum miður okkar yfir þessu og það er þannig alla daga. Já. Fólki vill koma sínum sjúklingum inn sem búa að leggja inn notabenni, koma því inn á deildvögnast að þar það er allt miklu rólegra og það fær betri þjónustu. Er ekki eina lausnin út úr þessum vanda bara fleiri fermetrar, stærra athafnarými og hellingur af starfsfólki? Ég held að allan það sem að starfsfólki þarna frá segir að ef að það bara svo einfalda lausn myndi bara gerist á morgun að það væri hjúkrunarheimili sem geti rutt út öllum sjúklingum af legudeildunum til þess að tæma bráðamóttökuna þá er nægt pláss þar. Það er nægt starfsfólk vegna þess að það sem er svo skrítið við þetta eða það sem er svo kannski ankannalegt er það að þegar að það er allt fullt uppi á deildum og það er ekki hægt að útskrifa sjúklingana frá bráðamóttökunni upp á legudeild. Það sem við kalla því ljótanafni fráflæðisvanda. Að þá er sjúklingurinn innlagður á þá legudeild sem hann ætti að fara á en hann liggur samt á bráðamóttökunni. Og hjúkrunarfræðingurinn á bráðamóttökunni þarf að sinna þeim sjúklingi þrátt fyrir að hann sé innlagður á aðra deild. Þannig að hjúkrunarfræðingar á bráðamóttökunni eru stundum í þeirri stöðu að þau eru kannski með 12 sjúklinga, 1 hjúkrunarfræðingur og meirihlutin af þeim sjúklingum eru innlagðir á aðra deildir, legudeildir. En hjúkrunarfræðingurinn þarf að sinna þeim. Þannig að álagið á starfsfólkið bara vegna þessa vanda er svo mikið en leið og þetta er því leyst þá hefur hver hjúkrunarfræðingur færri sjúklinga og þá auðvitað er álagið minna. Ef við værum með þessi rými fyrir þessa öldruðu einstaklinga, hvað erum við að tala um? 10, 100? Já, ég hef einhvers staðar heyrt töluna í kringum 100-120 rými, bæði fyrir Reykjavík og Akureyri. Það myndi bara leysa vanda? Já, eða þú veist, allavega bráðavanda, en svo þá náttúrulega bara huga að þjóðin náttúrulega eldist og þegar að
næstu kynslóðu fara dett í það að þurfa á hjúkrunarheimili að halda að því við erum bara að tala um fortíðavanda núna, við erum að tala um þessa kynslóð sem að byggðu upp Ísland eftir seinni heimsstyrjöldina, þetta fólk sem að þekkir skortinn og þekkir fátæktina en byggði landið upp eftir seinni heimsstyrjöldina eins og mamma. Þetta er svona fortíðavandinn sem við erum ennþá að berjast við, en þegar að kynslóðan sem fæddist 1945 til 50 þegar hún fer að banka og hún byrjað að banka upp á, þegar hún dettur inn, þetta er svona baby boom kynslóð, bara mjög stór kynslóð. Við lifum lengur að því við fáum betri lyf og betri læknisþjónustu. Þannig að, já, ég held að samfélagið þurfa að fara að huga því hvað gerist þegar þessar kynslóðar fara að detta inn, sko. Og þurfa á hjúkrunarheimili að halda eða aukinni læknisþjónustu og aðhlynningu að halda. Já. Ég tók einu sinni sjónvarpsviðtal við konu mannfræðing sem fór til Afríku að loknu námi og starfaði þar í milli 40 og 50 ár, kom svo aftur til Íslands og ég spurði hana hvert var stærsta menningarsjokkið við að fara til Afríku og starfa þar. Hún sagði, ég man ekki eftir neinu sem við getum kallað alvarlegt menningarsjokk þegar ég fór til Afríku, en langstærsta sjokkið á minni ævi var að koma aftur til Íslands og sjá hvað Íslendingar eru orðnir kaldir og fjarlægir gamla fólkinu, hvað eru margir einangraðir og hvað á sér fá að málsvara af því að hún hafði verið að starfa í þessum þorpum þar sem er mikið svona fjölskyldu samheldni að þá gat hún þess að sá sem elstur, hann nýtur mestrar virðingar, hann hefur mesta vitið, hann hefur mestu reynsluna og þannig að mér dettur nú bara þetta í hugsunna í tengslu með þetta sem þú nefnir. Ég held að hluta vandanum sé sá að þessi kynslóðin hennar mömmu, hún fædd 1933 og þessar, kynslóðir þar og eftir, að þetta fólk, það biður ekki neitt og það er þakklátt fyrir það að fá vasklast þegar það liggur á ganginum og því finnst alltaf að það sé haft svo mikið fyrir því. Ég held að það sé hluti af vandanum, en leið og við dettum inn í næstu kynslóðu þar fyrir ofan, þá verður þær kynslóðu verða ekki svona hljóðar og vilja ekkit láta fyrir sér hafa. Þá fyrir við að fá raunverulega herðu, hvað að gera fyrir okkur, sko. En þessi kynslóð er ekki í því. Mamma myndi aldrei. Nei. Og ég meina við þekkjum þennan hóp af fólki sem bara er sátt við þar sem það er, einhvern veginn. Ég held að það sé hluti af vandanum og að það heyrist ekki nógu mikið í þessum hópi, sko. En þessi bráðamóttöku þættir þínir, hvar nálgast fólk þá eða vill horfa á þessa þætti? Inn á Spotify, þar eru þeir bara í fríu streymi og síðan inn á heimildinni og síðan svona auka efni sem kemur inn á vef heimildarinnar fyrir áskrifendur. Og ég er bara þakkláttur fyrir það að fá tækifæri til þess að vinna þetta efni vegna þess að þetta er ekki ódýrt efni, þetta er dýrt. Þrátt fyrir þetta sé bara hljóð að þá liggur mikil upptökuvinna og svo klippivinna á bakvið hvern einasta þátt og þetta er viðkvæmt efni þar sem maður þarf að huga að persónuverndinni og réttindum sjúklinga og en þetta er mjög gefandi og ég finn það líka þessum gaman að upplifa það að ég nú oft verið kallað kompásgaurinn og núna er ég farin að finna það að það er yngra fólkið sem er farið að þekkja allt í hennu kompásgaurina því ég er mjög persónulegur í þessum þáttum, tala um minn feril og eða þú veist, kannski ekki minn feril heldur svona það sem maður hefur til að setja hluti í samhengi og þannig að það er, og maður finnur það svo sterkt að unga fólki, það er ekki að horfa á línulega dagskrá í sjónvarpi, það er ekki að bíða eftir Kastljósi eða Kveik eða því, sko, ef það horfir á þessa þætti þá gerir það bara á netinu en það hlustar á podcast og það er alltaf gaman að svona mér finnst þetta að vera svona alltaf endurnýjun hjá mér líka að ná til yngra fólksins, sko. Mjög gaman. En sko, þú ert búin að vera ótrúlega öflugur og til dæmis í COVID þá náttúrulega varstu bara alla daga í því að skrásetja þá sögu og þú varst að nefna kynferðisbrotadeildina
ég var að gera grína því að þú værir í þessum aðstæðum sem við öll hinn reynum að forðast. Já, kona mín mér sagði það þegar COVID byrjaði að þá hljóp ég út að meðan allir voru að vinna heima, þá hljóp ég út og fór til Búlingavíkur og Ísafjarðar og var að vinna þar auðvitað og svo heima í Reykjavík. En já, mér finnst svona krefjandi aðstæða mjög spennandi og eftir því sem að aðgengi erfiðara, eða þú veist það erfiðara að fá leyfin, þá það hvetur mig áfram og ef ykkur segir nei, því að tekst þetta aldrei, þá þá myndast eitthvað svona í hausnum á mér. Jú, veistu, ég ætla að sýna þér að mér takist þetta. En það var nú kannski svona þegar ég var aðeins yngri en mér finnst þetta ótrúlega gaman að vera inn í svona þessu umhverfi þar sem að almenningur kannski fær ekki alveg þennan beina aðgang. En mér finnst það mikil forréttindi að fá þennan aðgang og fá tækifæri til þess að greina frá því hvað er að gerast þarna. Og svo gaman að kynnast þessu fólki. Og ég náttúrulega mjög áhugasamur sem blaðamaður ég bara forvitin og en það sem að mér finnst skemmtilegast að gera náttúrulega að tala við fólk og hlusta. Það það skemmtilegasta sem ég geri og það það mikilvægasta sem ég geri, það að hlusta. Og mín ráð oft til ungra blaðamenn eða nema sem að biðja mig stundum ráð að þá ég vilja fyrsta ráðið mitt að þú skalt alltaf reyna að vera með þín eigin mál á fréttafundi, ekki láta fréttastjóran segja hvaða máli þú átt að fara í, því að þá gætur þú lent í því að fara við fullri virðingu fyrir fundum stýrivaxtahækkun Seðlabankans að þá við komandi sendur í það þú að finna málinu sjálfur og þá gerur þau hérna frá hjartanu og ráð númer 2 það að þú þarft að æfa því að hlusta á fólk En til þess að vita hvað hefur vægi og hvað skiptir meira máli en annað þá þarftu aldur, reynslu, samhengi það gott að vera kall á þínum aldri þú ert með forskot með að við 22 ára gamlan einstakling sem nýkomin út úr einhverju fjölmiðlafræðin á mig, ekki satt? Jú, ég minna reynsla náttúrulega það að vinna á gólfinu og að fá leiðsögn frá reyndum blaðamönnum í byrjun og svo áfram út ferilinu, eitthvað sem alltaf að læra. Það það sem skiptir öllu máli og mestu máli og ég minna að þú veist, maður hefur oft séð það að manneskja sem að útskriðast úr blaðamannanámi fær starfa á fjölmiðli og svo kemur annar starfsmaður sem hefur verið útskriður úr ykkur allt öðru námi en svo kemur bara ljós að starfsmaður miklu betri blaðamaður heldur en sá sem útskriður úr fjölmiðlanáminu Þannig ég held að þessi líka bara þú þarft að hafa mikinn áhuga á starfinu og samfélaginu og fólki til þess að svona hanga í þessu starfi og það nú eina ástæðan fyrir því að maður hefur hangið svona lengi í þessu því að ég hef bara svo mikið áhuga á fólki Þetta verður nú svolítið þema hjá mér þennan daginn í dagskrárgerðin að ræða blaðamenn vegna þess að síðar í dag fæ ég til mín getum við sagt panel nokkur einstaklinga til þess að ræða málþing sem framfór fréttamennsku eða blaðamennsku síðustu helgi og þar á meðal hann spurt hvort fréttamennskan væri bara dauð, hvort blaðamennskan væri dauð. Við vorum að ræða Kristinn Hrafnsson hérna áðan sem við þekkjum náttúrulega vel, ritstjóra Wikileaks. Hann væga sagt hefur mjög miklar áhyggjur af og við náttúrulega höfum séð ótrúlega slæma þróun í á okkar gullaldar árum í fréttamennskunni þá ég veit ekki, það margfalt fleiri blaðamenn starfandi og það alltaf þessi dýnamík í bransanum fyrir einhverjum áratugum á gullaldarskeiði í blaðamennskunnar sem að sumir kalla heldurinn í dag. Hve bjartsýnn eða svartsýnn ert þú á stöðu blaðamennskunnar hér á landi? Ég leyfi mér að vera bjartsýnn. Ég held að við þurfum að fara í gegnum ákveða ferli núna. Við erum svona á dálítið umróta tímum vegna þess að samsæriskenningar náttúrulega bara fljúga út allt og ég fann það mjög sterkt þegar ég var að vinna í Stormi þáttunum COVID að það voru þarna og ég meina þríeykið bara sagði ef fólk hefur rétt á að lýsa sínum skoðunum og mótmæli það bara fólk á rétt á að lýsa sínum skoðunum og það það sem skiptir máli En síðan ertu komin með einhverja, þú ert komin með svona hópa fólki sem hefur bara það eina að senda að búa til
svona rugl í kringum hluti og sama, það er bara sama hvert þú lítur, þá það, og bara sem skynsami maður, þá sérðu að þetta bara vitleysa og þú getur skoðað, þú getur fundið heimildi fyrir því að þetta er bara kjaftaði og við þurfum, þú veist, ég hef þá trú að við munum komast í gegnum þennan tíma að blaða mennska skipti mjög miklu máli og ég vona að hún skipti máli í dag og ég vona að það sé bara einhver ákveðin svona já, ég minna að við séum svona á einhverjum stað þar sem við þurfum að finna okkur aftur, ég veit það ekki ég hef bara, það sem að náttúrulega mig vantar aldrei núna, það svo langt síðan vunnið á fréttastofu ég er búin að vera svona einyrki í að verða 10 ár sko. Þannig að ég hef alltaf og auðvitað fylgist ég mjög vel með fréttum mér er sumir miðlar betri en aðrir sumir blaðamenn betri en aðrir og en já, ég einhvern veginn svona ætla að leiða mig bara að vera bjartsýnn sko. Já, sko þetta er svolítið sérstakur fasi að líka þessar áskoranir, tæknilegu áskoranir og líka sko þessi hugmynd sem er nú sannlega ranghugmynd að sko markaðurinn eigi bara geta borið upp í blaðamennsku, sennilega þarf fréttamennska að kosta okkur eitthvað, það svona, erum við ekki sammála það að það er ekki eðlilegt að sko fréttir og fréttamennska þetta sé ókeypis, við þurfum að næra fjárhagslega umhverfi blaðamennskunar betur en gert hefur verið. Jú, ég menna heimildin er áskriftarmiðill og ég hef alltaf sagt að það skiptir mjög miklu máli, hver einasti áskrifandi skiptir máli, þannig að þaðan koma penningarnir til þess að geta greitt góðum blaðamönnum laun sem geta þá kafað á nefni. Ég held að fólk sé líka búið að gleyma því að sko þegar við vorum að vinna í Kompássi og Kastljósi og Stormi líka sem var mjög umfangsmikið verkefni og það að vera svona flug á vegg blaðamennska, fly on the wall, þessi aðferði í blaðamennsku, það má í rauninni halda því fram að þetta sé svona ákveðin tegund gagnrýninnar blaðamennsku eða rannsóknar blaðamennsku. Þess að þú ert að fylgjast með innanfrá og þú ert að fylgjast með öllu. Þú færð aðgang að öllu, þú myndar fundina og hvað er að gerast og ef að ég hefði orðið áskynja orðið vitnað ykkur sem að mér fyndist bara og þá kemur það reynslan inn að það væri nú eitthvað skrítið þarna, það hlýtur að vera eitthvað óhreint þarna mjöl í pókahotninu að þá hefði það komið fram í þáttunum, það er alveg klart mál. Þannig að það kostar að gera gott efni og kafa hann í hlutina en við megum ekki gleyma því að fólk elskar upplýsingar, það elskar svona upplýsinga eða sko svona pakka sem er bara góð blaðamennska og ég man eftir því að það var nú talað það og Kompass var slegin af á Stöð 2 að þá talaði nú oft sjónvarpsstjórinn það á hátíðarstundum að Kompass væri verðmætasta vörumerki Stöð 2 og það held ég að sé bara raunin að fólk elskar upplýsingar, það elskar að fá hlutina matreita þannig að það skilji hlutina. Já. Sko yngstu börnin mín 2 þau fara ekki inn á fréttamiðla til þess að afla sér frétta, þau taka þá í gegnum viðkomustaðinn samfélagsmiðla og það er kannski búið að svona, þú veist, algoritma þetta eitthvað að þeirra höfði. Já. Er þetta eitthvað, höfum við einhverja laust þarna eða mun þetta einhvern veginn? Já, ég vona það vegna þess að ég held að þetta náttúrulega eigur ekki víðsýni fólks að fá bara efni sem að einhver tölva, einhver algoritmi svona hefur ákveðið að finnur út að þetta getur nú verið áhugaverið. Þetta eigur ekki víðsýni fólks og ég vona að þetta muni breytast og ég hef nú trú á því að það muni gera það sko með einhverjum hætti. Mér finnst ég sjá núna fleiri og fleiri í mínum Facebook-vinahópi lýsa því eftir áramótin að þeir hafi tekið ákvörðun að hætta á samfélagsmiðlum eða séu að velta því fyrir sér að hætta á samfélagsmiðlum. Já. Hvað heldur að skýri þessa sprungu þreytu í fólki? Tíminn sem fer í þetta held ég líka en líka
Já, ég veit að kannski erfitt átt að sjá því en það náttúrulega fer ótrúlega mikil tími í þetta hjá mörgum, sko. Og manni líður ofta ekkert betur á eftir. Nei, og maður dettur inn í einhverja hlutir sem að maður býtu, akkur var ég að horfa á þetta eða fylgjast með þessu eða hvað, sko. Já. En já, ég held að sé bara ákveðin þróun sem við erum að fara í gegnum, sko. Já. En það gott að heyra að þú ert þrátt fyrir allt ágætlega bjartsýnn á að við eigum hér framtíð góðrar blaðamennsku og fréttamennsku. Já, ég þekki ég þekki fullt af blaðamennu sem ég veit bara eru heilir í gegn og eru að reyna að gera sitt besta og kannski við erfiðar aðstæður og svo eru bara fullt af áskorunum bara í öllu þessu upplýsingaflæði sem er að streyma í okkar átt alla daga, allan sólarhringinn. Bara leið og við opnum tölvun eða samfélagsmiðla eða hvað það er, það er svona bomba í andlitið á okkur, sko. Í hvert einasta skipti. Þannig að, já, einhvern veginn, ég veit ekki lausnin á því en þú veist, þetta væri gott fyrir það er gott að þessi fjölmiðlastyrkir séu í gangi en það þarf að gera meira fyrir bara blaðamennskuna af hálfu opinbera aðila. Ég finnst það alveg klart mála, sko. Já. Með sama hætti og við gerum ekki athugasemd við það að við borgum stórfé til innviða eins og heilbrigðisþjónustu og menntakerfisins, þá þarf auðvitað hið opinbera að leggja fram töluvert fé til þess að tryggja framgang góðra og mikilvægra upplýsinga í fréttar og blaðamennsku. Já, við þurfum á því halda, sko. Engin spurning. En Jóhannes K.R. Kristjánsson, kæra þakkir fyrir spjallið, upplýsandi spjall og gaman að sjá þig aftur. Ég vona að þér gangi vel með næstu verkefni hver sem þau eru og hvet ykkur áhorfendur og hlustendur til þess að kíkja á þessa nýjustu þætti sem vorum að ræðum áðan eins og kom fram á nálgast á Spotify og heimildin.is en við förum þá yfir í eilítið aðra sálma. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Komið sæl og verið velkomin að Rauðaborðinu í áframhaldandi umræðu Grænland og núna erum við svona eiginlega komin með sérfræðing í orðræðinu Grænland á línuna. Það er okkar helsti sérfræðingur bara á Íslandi, Sumarliði Ísleifsson, sagnfræðingur og dósent í hagnýttri menningarmiðlun. Hann er nú ekki stattur á höfuðborgarsvæðinu sem stendur, þannig að hann er með okkur hérna á svona fréttaritari í gegnum fjarfundarbúnað. Heyrur í mér, Sumarliði? Já, bara ljómandi vel. Takk fyrir að koma á hérna. Við ætlum að gera tilraun til eiginlega svona að gefa örlitla innsýn inn í þína rannsóknir á, er það ekki svona ímyndarfræðum og hvað kallast þetta, svona nýlendufræði, hvað kallast þessi æð sem að þú ert búin að vera svona brautryðjandi í? Já, þetta er svona á þeim slóðum, ímyndarfræði og nýlendufræði og þetta fléttast nú allt saman en svo hef ég líka bara haft mikinn áhuga á samskiptum Íslands og Grænlands og svona af þessari mynd sem að hefur dregin upp af Grænlandi í gegnum aldirnar. Ég fjalla nú býsna langt tímabil þannig séð í bókum og greinum sem ég hef verið að fjalla alveg 1000 ára tímabil og við höfum ekki langan tíma þannig að við erum nú ekki kannski alveg að fara þangað en tilefnið er kannski þessi stóraukna athygli sem Grænland hefur fengið. Já. Núna undanfarið eftir yfirlýsingar verðandi forseta Bandaríkjanna sem kannski koma ekkert sérstaklega óvart í raun og veru. Hann hefur nú verið svona á þessum slóðum aðeins áður meðan hann var forseti hér fyrir fáum árum en samt getum við nú sagt að þetta kemur fólki aðeins óvart vegna þess að nákvæmlega svona orðræða hefur kannski ekki verið alveg upp á borðum á
undan þarna áratugi. Þetta minnir svona meira á orðræðu á ofanverðri 19. öld þegar að stórveldin að leggja undir sig heiminn og hér ná sér í nýlendur hvar sem það gátu. Þannig að þetta sem að við gátum kannski vonað að væri svona sagnfræði fortíðarinnar hjá þér er sem þetta eiginlega bara mjög svona aktúelt og ável við þegar maður les skreinin í skýrni þá er náttúrulega óhugnanlega svona þá er óhugnanleg samsörun við einmitt það sem þú ert að greina orðræðina á öllu þessu langa tímabili upp til 1970 eða ekki eða 77 að þá er það sem sagt mjög sláandi vegna þess að þessi orðræða er að þínum að ekki beinlínis hún er ekkert úr lausu lofti eða þannig að þau orði það tal sem fer á stað Grænland núna í framhaldi af orðum Trumps, það er svona þú finnur alveg samsörn það ekki við, þú hefur lýst þessu sem þarna eru undir sko hugmyndir sem sagt þjóðernishyggjulegar hugmyndir, heimsvaldalegar hugmyndir, nýlendulegar hugmyndir. Getur útskýrt aðeins þetta svona fyrir okkur, hvernig eiginlega þessi orðræða er núna ekki kannski alveg svo saklaus? Já, sko Bandaríkjamenn eru ekki þeir einu sem hafa haft áhuga að nýta sér Grænland. Ég veit Danir náttúrulega leggja undir sig Grænland á 18. öld og Grænland er nýlenda Danmerkur alveg fram yfir 1950 en það er fleiri ríki sem að hafa sem að ásælast landið eftir að Noregur var sjálfstætt ríki þá gerði það kröfu til hluta Grænlands og það finnst kannski sem skrítið að það gera Íslendinga líka. Svona þegar að svona þjóðbygging og sjálfstæðisbarátta stendur sem hæst á Íslandi að þá koma fram þessar hugmyndir að sem sagt, hluti af endurreisninni, það er að segja að búa hér til samfélag sem að einhverju leyti líktist íslenska þjóðveldinu en skrítið og okkur getur fundist það núna að hluti af þessari endurreisn var að gera kröfu Grænland að Íslendingar ættu í rauninni tilkall til Grænlands. Þú lýsir það ekki að Íslendingar hafa verið svo hrættir við einhvern veginn að vera settir á sama stað svona í sömu kategóri og grænlendingar að þeir væru skrælingjar og inúítar var ekki, það væri svona eins og skammarirði sem að Íslendingar vildu alls ekki vera þar á botninum og vildu þá sem sagt sanna að þeir væri einhvern veginn herra eða svona væri ofar í röðinni. Jú, sko, inn í þetta blandast náttúrulega alls konar hugmyndir, það blandast inn í þetta kynþáttahyggja og þegar maður fer svona yfir þetta efni, þegar maður fer yfir þessa orðræðu á Íslandi hvað varðar Grænlanda þá kemur náttúrulega mjög skýrt í ljós að elítan á Íslandi að hún álítur sig langt yfir Grænlendinga hafin og svona þau sjónarmið eru ráðandi að Íslendingar séu á allt öðrum stað heldur en Grænlendinga og það kannski tengist einhverju leyti einmitt því sem að þú segir að það er óttinn sem að var líka svo algengur á Íslandi við það að útlendingar að þeir spyrtu Íslendinga og Grænlendinga saman og álitu að þetta væri sama eða svipað fólk og svona svipaðar aðstæður í þessum tveimur löndum. Og maður sér nákvæmlega þennan ótta líka, hann er líka mjög gegnum gangandi langt fram eftir 20. öld að
að segja heiminum það við eigum ekkert sameiginlegt með Grænlandi eða Grænlendingum. Þetta enda breyttist svo þegar leið á 20. þegar svona langt var liðið á öldina. En núna þegar sem sagt Grænlendingar virðast vera svolítið í hættu, við sjáum að þeir eru svona bitbein nýlendu herrana, sko, þá eru Íslendingar ekki beinlínis með einhvern stuðning við þá eða hvað? Getur verið að þetta sé þá bara ennþá ríkjandi og eins og í umhverfisverndar baráttunni þá kemur fólk hérna af þessum stóru ráðstefnum og svo hissa á því að Íslendingar get ekki, íslensk stjórnvöld séu aldrei með skona hinum með Grænlandi og smá eyjónum og eyríkjónum í liði, alltaf með einhvern veginn stórveldunum. Getur verið að þetta sé ennþá svona hamla eða hafa áhrif á okkar? Já, sko, veistu, ég held að þetta hafi nú breyst tölvöld mikið og það sem ég að segja í þessari grein líka sem að birtist í skýrni 2021 að það sko, ég held ég geti sagt að svona þessi sjónarmið varðandi það að Íslendingar ættu að vera yfir Grænlendinga settir að þau hafi kannski verið ráðandi alveg fram á 7. áratug síðustu aldar og ég nefni þarna í greininni að það stofnaður félagsskapur á 7. áratugnum sem að hefur þetta beinlínis að markmið og það svona engir sko, þetta engin jaðar mannskapur ef maður getur sagt sem svo þetta eru sem sagt svona velmektar fólk, þetta áhrifafólk sem að í þessum félagsskap og krefst þess að Ísland fái ítök í Grænlandi. Og það má kannski nefna í þessu samhengi að það allskyns fjölda samtök líka bara eins og Alþýðusamband Ísland sem að lýsir því yfir að það verði svo sannarlega að tryggja rétt Íslendinga til Grænlands. En svo sjáum við líka aðra tegund orðræðu sem að þá meira í þá átt að líta þannig á að Ísland og Grænland hafi eigi að sumleiti svipaða fortíð og vandamálin sem að þessi land eigi við að stríða séu svipuð og viðhorfin til þeirra hafi kannski einhverju leiti verið svipuð og þessi mannskapur nákvæmlega heldur því þá fram líka Ísland hafi þá verið í rauninni dönsk nýlenda eins og Grænland. Já, en segir þú í greininni að þeir sem haldi þessu fram sem þetta vilji sjá þetta sem vina þjóð eða sömu svipaða sögu eitthvað svoleiðis sömu örlög að það sé líka þjóðernishyggja, var það sem ég skildi rétt? Já, sko, í rauninni þannig séð, sko, að þessi mannskapur einmitt hér best líka fyrir sjálfstæði Íslands og eru þjóðernissinnar og einmitt leggja það til málana að Grænland eigi líka öðlast sjálfstæði. Já. Og ég held að ég getum sagt að þessi sjónarmið afstæðan til Grænland sem breytist alveg gríðarlega mikið á 7. og sérstaklega á 8. áratugnum og það margt sem kemur til. Það er kannski ekki síst landhelgisdeilan sem að hefur þar áhrif. Þegar hún stendur sem hæst að þá vinna íslensk stjórnvöld í því að fá stuðning fyrrverandi nýlendna eða fá stuðning þriðja heimsríkja eins og það var kallað á þessum tíma. Og það er náttúrulega stórum hluta fyrrverandi nýlendur. En þessi þjóðernishyggja, þessi svona, ég veit ekki
þjóðernishyggja, mér finnst svolítið erfitt að kalla þetta þjóðernishyggju einhvern veginn, eða þar að segja mér finnst svolítið þurfa þá að aðgreina þessa þjóðernishyggju sem þú ert að lýsa áðan sem eiginlega svona heimsvalda sinnuð þjóðernishyggja sem og hinn þjóðernishyggjan sem stendur með smáríkjunum og þeirra sjálfstæði sem að ég til dæmis þyrfti nú ég myndi persónulega vera alveg föst þar sko, eða einhvern veginn. Ég held kannski að maður geti samt greint þarna á milli að það annars höfum náttúrulega mjög og við höfum náttúrulega dæmi öfgakennda þjóðernishyggju sem fer alveg yfir í fasisma. Já. Og við sjáum náttúrulega bara dæmi hennar sko, út allan heim núna hvernig þau viðhorf eru að styrkjast. Við höfum líka dæmi þjóðernishyggju sem að tengist bara heimsvaldastefnu. En svo höfum við líka sko, svona menningarlega þjóðernishyggju sem að kannski ekki síst útbreidd í smáríkjum sem að þá vinnur að því að einstakar þjóðir geti fengið sjálfsákvörðunarrétt og það er nákvæmlega þannig þjóðernishyggja sem er í gangi til dæmis í Grænlandi núna og sem að stefnir á bara beinleinis á sjálfstæði. Þannig að ég held að við getum kannski svona talað það er þess vegna að tala svona margskonar þjóðernishyggju og ég held að þessi tveir hópar sem að tókust á afstöðuna til Grænlands svona fram eftir 20. öld að þeir gera það svona að einhverju leyti á svipaðum forsendum en samt líka á gerólíkum forsendum. Já, það er eiginlega mjög merkilegt finnst mér að lesa þessa skírnisgrein þína þarna sem birtist hausti 2021 mæli nú með henni lestri fyrir hlustendur og áhorfendur að því að það er náttúrulega margt undir hjá þér en það er ekki síst kannski þessi greinamunur sem að mann finnst kemur manni svona skemmtilega óvart en er þá ekki eiginlega hægt að tala bara nota einhver önnur hugtök sko yfir það eða eins og þú segir hérna þessi heimsvalda sinnaði og hvað heitir þá hinn sjálfstæðis sjálfsákvörðunarréttar þjóðernishyggja eða hvað Já, kannski, það væri sjálfsagt hægt að gera það, en það er kannski, það er nú kannski einhvern veginn það sem að ég hef svona frekar gert einhvern veginn bara að reyna að skýra út hvað svona hver greinar eða hvernig þessi viðhorf geta tengst í svo ólíkar áttir. Já. En hvernig skrælingja hugtakið? Þú fær nú líka í það. Og finnst þér skrælingja hugtakið finnst þér þú heyra svolítið af því ennþá í dag? Já, sko, það kom mér á óvart að þetta ennþá notað. Þú veist, þetta er bara ennþá notað í samtímanum og hérna, ég er aðeins hissa því að skuli ekki bara vera alveg horfið vegna þess að þetta hugtak þó að það hefur reyndar líka margar merkingar en ein merkingin einfaldlega þessi að þetta var ráðandi hugtak íbúa Grænlands í nokkur hundruð ár og þú veist ég held að fólk sem að nota þetta hugtak en þann dag í dag að það kveiki á því að það eru ennþá tengingar til Grænlands hvað þetta varðar. Þannig að ég myndi hvetja til þess að hætta að nota þetta hugtak. Þó að það síðan reynar sko líka nota að þetta fleiri merkingar og ein merkingin eins og ég fjalla nú raunar þarna líka er þú veist að þetta er bara ómennska sko. Já, og villimennska líka segiru. Já, en það er svona mjög áhugavert líka hvernig þetta hugtak er notað á Íslandi fram eftir allir í 20. öld og það er einhvern veginn það er notað þannig
ég tökum bara dæmi, hættið þessum skrælingahætti og þá verður hvetja fólk svona til að vera siðmenntaðri og nútímalegri og eitthvað í þeim dúr, en það í rauninni líka verið að tengja yfir til Grænlands. Þannig að þessi notkun á hugtakinu fram eftir allri 20. öld, hún tengist svona þessari afneitun sem við töluðum upphafi, að Ísland ætti ekkert sameiginlegt með Grænlandi. Má ég lesa hérna örstuttan bút úr greininni? Þú segir hérna, hugtakið skrælingi var þá tengt við einstaklinga og hópa sem stunduðu ólifnað hvers konar eða sýndu af sér óæskilega hegðun, svo sem drykkjuskap, lauslæti, framtaksleysi, óþrifnað, dónarskap og hvers konar siðleysi yfirleitt. Slíku fólki var þar með líkt við íbúa Grænlands. Hugtakið var því einnig notað sem skammaryrði hvers konar villimennsku innan gæsalappa í fari fólks á svipaðan hátt og nokkur önnur rasísk hugtök, til að mynda niggari, hottentotti eða annaði þeim dúr. Já. Og svo hérna, þetta sé notað ákveðin landsvæði, jafnvel heilar heimsálfur eða hópa í eigin landi sem minstrar virðingar nutu og hegðan sem þótti ámælisverð. Þetta þannig eins og þú segir, maður svona, við vorum kannski öll að vona einmitt að slík svona orðanotkun væri dálítið svona undanhaldi á Íslandi, en þetta ennþá til staðar og hefur sína rætur. Já, svona ég heyrði þetta eitthvað en reyndar ekki mikið, en svona þessi önnur hugtök þarna sem að þú nefnir skammaryrði þeldaft fólk til dæmis að jú, kannski heyrist það eitthvað ennþá, en að mestu leyti er það kannski horfið. En ég held að nú veit ég ekki hvað er kannski langur tími eftir en það verða einmitt á 7. og 8. áratugum þá verða mjög mikil svona skil í afstöðunni til Grænlands og þó að greinin mín kannski fjalli nú minnst það að ég nefndi þarna landhelgisdeiluna sem að hefur áhrif í því samhengi, en svo þetta bara öll þessi gríðarlega samfélagsumræða sem var á 7. og 8. áratugum, hún hafði líka mjög mikil áhrif í þessu samhengi og leiði til þess að orðræðan Grænland, hún breytist mjög mikið og það líka farið að fjalla mun meira Grænland. Það ég veit ekki hvort þú heyrst að því, það sett upp leikrit, Þjóðleikhúsið með leikrit Grænland einung einmann rétt og það það ekki sýnt bara á Íslandi, það mjög víða og svona umræða og svona einhver skilningur á þessu samfélagi okkar næsta nágranna. Ég held ég megi segja að hann svona fer smá saman vaxandi þó að fordómarnir hafi auðvitað líka lifa áfram. Hvað finnst þér svona, ertu búin að mynda þér skoðun á því hvað þér finnst að Grænlendingar ættu að gera núna í sinni stöðu? Ég hef ekkert mikið verið á Grænlandi nokkrum sinnum og maður auðvitað verður var við hvað fólk hugsar í þessu samhengi og hvaða óskir það hefur, og ég gerir ráð fyrir að stuðningur meðal almennings við það að Grænland verði sjálfstætt ríki, að hann sé mikill. Það er dálítið ólík staðan í Færeyjum og Grænlandi hvað þetta varðar, að ég kannski efast að Færeyingar taki þetta skref
alveg í nánustu framtíð en það kæmi mér ekkert mjög á óvart að innan 10 ára að þá tækju Grænlendingar ákvarðanir í þessu samhengi en maður hefur auðvitað áhyggjur af samfélagi sem að er 65.000 manns. Hver staða þess er sem sjálfstæðs ríkis búandi sem sagt, ekki fleira fólk á stærstu eyju jarðar. Og svo snýst þetta hernaðarlega spurningar, er það ekki svolítið svona NATO og... Jú, en það er bara, því að það er náttúrulega ekki bara ríki að eiga við, það er líka stórfyrirtæki að eiga við. Og þetta er náttúrulega bara svo ólíkur heimur, ef við berum saman við bara þegar að Ísland var sjálfstætt ríki árið 1918, þá var þetta 100.000 manns og þetta er auðvitað örnríki á þeim tíma og eins og það er ennþá, en það er samt svolítið ólík staða vegna þess að þá höfum við kannski ekki í sama mæli þessi óbóðslega sterku eða þessi óbóðslega áhrifamiklu fyrirtæki sem að eru mörg hver miklu valdameiri heldur en meðalstór þjóðríki sjálf. Þannig að það er ekki, þegar maður hugsar þessa eyju með öll þessi verðmæti í jörðu og samskipti við öflug stórfyrirtæki og risaveldi sjálfu og þá er það svona, myndi ég halda aðeins núin framtíð. Manni finnst svona eins og Íslendingar sétöldi í sama liði sem sagt að sama báti og grænlendingar hvað þetta varðar, sko ekki náttúrulega sama en ég meina það er, við auðvitað líka erum kannski svolítið við erum ekki í stríði en það er sannarlega ásókn í okkar auðlindir hjá erlendum svona auðhringjum sko. Eitt af því sem ég fjalla í þessari bókminni sem kom 2020 í fjarska norðursins sem viðhorf til Íslands og Grænlands er nákvæmlega þetta að umheimurinn hefur lengst af litið svo á að Ísland og Grænland séu eitt og sama svæði. Og ég á alveg svona á því að bandarísk stjórnvöld þau vita alveg hvað Ísland er og þau vita alveg hvað Grænland er en ég er ekkert viss að þau geri svo mikið að þau geri svo mikið greinarmun á þessum löndum. Og þá kannski dugir ekkert gamla triksi hjá Íslendingum að segja við Bandaríki eða segja við herveldin eða stórfyrirtækin ekki koma hingað farið bara frekar til Grænlands, þar eru skrælingjar en við erum ekki skrælingjar, það er kannski frekar væri sniðugt að vera með að efla sem sagt einhver aðra strategíu sko, sameiginlega strategíu gegn svona þeim sem ásælast auðlindir. Já, ég held að það sé allavega mjög gott að eins og þið eru náttúrulega að gera til að taka upp þessu umræðu. Ég held að það sé mjög mikilvægt að ræða þessi mál svo miklu meira en hefur verið gert að við séum bara andvaraleysi sem hefur verið hér hvað var það varnarmál að við höfum varla vitað að þar hafi verið einhverjar breytingar núna á undanförnum árum og þetta bara við vaknum upp einn daginn og jæja, það er eitthvað að gera þarna en sko, já, það er bara mjög brýnt að það er sannarlega ástæða til að vekja upp þessu umræðu og
ræða þetta meira. Þú fékkst nú íslensku bókmyndaverðlaunin 2020 fyrir þessa bók Í fjarska norðursins, Ísland og Grænland, viðhorfssaga í 1000 ár, óbáslega falleg bók og vel unnin bara í alla staði svona. Þegar þú gefur hana, var þetta þá svona, fannstu fyrir einhverju andstöðu þar að segja að þú væri einmitt að spyrða Ísland og Grænland saman? Já, sko, mér hefur sko alla tíð eiginlega fundist, ef ég á að segja eins og að fólki hafi sko, þótt þetta hér á landi, þótt þetta frekar svona framandi, jafnvel sko meðal kollega minna sjálf. Og ég segi ekki að sko að fólki hafi þótt þetta óviðeigandi en það kannski hefur nú karlað að mér sko. Allavega langsótt. Já, en það kannski líka þess vegna sem mér finnst dálítið gaman að sinna þessu. Já, en hvernig fórstu, já, þú ert allt í einu skrítið með einhver sem virðist vera í langsóttum rannsóknum lengi vel, síðan allt í einu byrjun árs 2025 allt í einu svona bara mjög aktúel umræða en hvernig, má ég bara spyrja rétt undir lokin, hvernig stóð á því að þú eiginlega fórst að pæla í Grænlandi og norðrinu? Já, þetta eiginlega byrjar á þessum athugunum mínum á viðhorfum til Íslands og þegar ég er svona búin að sinna því skeiða þá sé ég það að ég verð að hafa einhvern samanburð. Og það voru tveir möguleikar sem ég átti lengi vel erfitt með að velja milli, það var annars vegar Írland og hins vegar Grænland. Og ég held ég hefði valið rétta kostin að fjalla Grænland sem að hefur svo bara vafið upp á sig og ég hef verið að sinna, ég hef verið að skoða alls konar önnur málefni sem að tengjast Grænlandi, hafa tækifæri til að fara þangað og þetta hefur bara verið svona eins og snjóbalti sem hefur verið hlaðið utan á sig. Þannig að þú verður eiginlega bara þér ákveðin svona ábyrgð eða hvað þetta það, þú verður ekki eiginlega skipur ekki einhvers konar umræðu um Grænland eða Ísland og kalla þetta bara þessa orðræðu eða þessa hugmyndafræði þessar þjóðir? Jú, það er eiginlega ætti það að vera mitt hlutverk. Núna er ég á kafi að þýða á bókina sem kom út 2020 og er alveg á kafi því. Ég þýða hann ekki sjálfur en það er svo meiningin hún kom út á þessu ári á ensku. Okay. Þannig að það er kannski líka bara svona framlag til þessar umræðu því að það er bara mikilvægt finnst mér að þetta samtal sé ekki bara, þetta samtal á náttúrulega ekki bara að vera hér og þetta samtal á líka að vera við fólk annars staðar og þá líka fólk á Grænlandi og það er auðvitað ekki fullnægjandi að hafa bara verk á íslensku og það er betra að hafa verkið á ensku en á dönsku. Af því að ég hef líka fundið það þegar ég verið á Grænlandi að það er jafnvel þannig að þó fólk sé altalandi á dönsku þá vil það frekar tala ensku inn. Já. En er það eitthvað sem við verðum að svona vera vakandi fyrir sko bara í okkar eigin umræðu svona, er það svona annað en til þess að við séum ekki með neitt skrælingja að vísa til grænlendinga sem skrælingja? Já, sko, ég held að eins og ég nefndi áðan að sko, þróunin hefur enda verið svo undanfarna áratugi að það er svona og er margt sem veldur en þróunin hefur verið svo að tengja þessi land miklu meira saman og samstarfið á milli þeirra hefur vaxið alveg gríðarlega mikið núna undanfarna 3 áratugi.
byrjar sem sagt á 9. áratug síðustu aldar en sem sagt það má eiginlega segja sem svo að svona þetta bil sem var komið þarna á milli, það miklu minna heldur en var en ég held að fólk ætti kannski að hafa það meira í huga heldur en verið hefur að annars staðar, kannski ekki síst í Bandaríkjunum, þá einmitt getur við gert ráð fyrir, eins og ég kom stuttlega inn á áðan, að fólk einmitt gerir ekkert svo mikið greinarmun á þessum tveimur löndum. Þannig að þú býst alveg við því að Trump sendi son sinn hinga næst til að... Já, sko, þetta náttúrulega alveg ótrúlegt útspil, en það segir sína sögu, en það gæti alveg farið svo að við sæjum strákinn hérna einhver staður á gangi. Þannig að við þurfum svona aðeins að, vera svolítið viðbúin. Vera ekki bara alveg utan við okkur og halda við séum alltaf stikkfrí og undan. Já, það má einmitt orða þannig að við höfum verið utan við okkur. Svo veist, það náttúrulega bara þannig líka svona umræða á Íslandi það að vera hluti af heiminum, hún kannski ekki rosalega mikið. Nei. Og hún má alveg fara vaxandi. Já, takk. Sumarliði R. Ísleifsson, sagnfræðingur, dósent í hagnýttir menningarmiðlum á Háskóla Íslands og sérfræðingur í svona sambandi Íslands og Grænlands og ímyndar og norður pælingum, það ekki? Það mjög hættulegt þegar maður ætlar að smætta niður þína sérfræði undir lokin, en sem sagt, ég vona bara að við fáum að halda samræðinni við þig kannski áfram í framtíðinni og takk kærlega fyrir að koma að rauðaborðinu og reifa þessi eiginlega mjög mikilvægu mál núna. Bara takk sömuleiðis kærlega fyrir spjallið. Takk. Það sem best bara. Takk sömuleiðis. Og hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir og Pétur Fjellsteð fyrir að flytja þessa Zoom-samræðu yfir til ykkar. Og við höldum áfram hérna við rauðaborðið að ræða Ísland og umheiminn, samfélögin og okkur sjálf, reyna að skilja eitthvað í þessu öllu saman. Takk. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Já, komið í sæl og blessuð. Við ætlum að ræða fjölmiðla, framtíð blaðamennskunar, fréttamennskuna í dag. Ógnir sem steðja að tjáningafrelsi og sitt hvað fleira. Málfrelsi heita samtök frjálsa og opna umræðu. Lýðræði og mannréttindi, þau gefa út veftímarit sem kallast Krossgötur. Og stundum halda þessi samtök málþing, líkt og núna síðustu helgi í Þjóðminjasafninu framtíð fréttamennskunar. Það var mjög vel sótt ráðstefna. Ég var á meðal áheyrenda eða áhorfenda þarna og heyrði Svölu Magnu Ásdísardóttur flytja gott erindi í upphafi. Ögmundur Jónasson var fundarstjóri. Kristinn Hrafnsson hjá Wikileaks, hann flutti mjög sterkt erindi mál Julians Assange. Birgir Guðmundsson, kennari fjölmiðlafræði, var einnig þarna með erindi sem og Tjörfi Sjutt, sagnfræðingur, doktorsnemi. Það voru þessi 3 helstu erindi sem bara á góma og svo pallborðsumræður í lokin. Og til að ræða þetta þing og það sem þarna kom fram og þessa viðsjá í upplýsingaheimi okkar, þessa stundina hef ég fengið 3 einstaklinga. Meðal annars hér einn fyrirlesarana, Tjörfi, velkomin. Og Þorsteinn Sigurðsson, þú ert varaformaður samtakanna og svo varst þú þarna við hlið mér, nafni Björn Leví Gunnarsson, fyrrverandi þingmaður. Nörd. Og þú hefur nú einmitt verið ansi iðin við að
svona halda athygli okkar við alls konar hluti sem var það gagnsæi og annað, þannig að ég sá einn annan þingmann, það var hún Sigríður Andersen, en það sem var merkilegt fannst mér á þessu þingi var að það var smekkfullt hvert einasta sæti setið, vel heppnað hjá ykkur, Þorsteinn, í ákveðnum skilningi og en það vantaði svolítið blaðamennina og Kristinn Hrafnsson hefur einmitt verið að segja það og það kom fram í erindi hans þarna, þótt að væri kannski svolítið ögrun í því og hann hefur reyndar sagt að þetta rauða borð hér, held ég, einhvern tímann áður, að blaðamennskan sé dauð og það sé orðið svona mjög erfitt að henda reiður á alvöru upplýsingum og bara einhverju vitleysu. En byrjum bara á því hvað ykkur fannst svona áhugaverðast og þá langar mig að bara leita fyrst til þín, Björn Leví. Já, ég kannski tekt aldrei undir með honum Kristni hvað blaðamennskuna varðar. Ég held að þetta sé rétt hjá honum, en ekkert endilega af því að blaðamennskan eigi sér ekki framtíð, heldur bara einfaldlega af því að aðstæður hafa breyst. Fjölmiðla umhverfið bara á allt öðrum stað, samfélagið á allt öðrum stað og blaðamennskan þarf einhvern veginn að þróast með því og einn hluti umræðunar kannski snýrist aldrei einmitt almannarýmið og þá tjáningafrelsið í almannarýminu og hvernig fólki finnst tjáning sín á samfélagsmiðlum vera umræða í almannarýminu sem það ekki. Og ef ég má skjóta inni, á þessari ráðstefnu var deilt hvort samfélagsmiðlar væru almannarými eða ekki. Það var prófessorinn sem sagði að þetta væri almannarými en Kristinn Hrafnsson var ósammála því. Ég einmitt ósammála því líka. Ég skil að fólki finnist þáttaka sín á Facebook og X og ýmislegt svoleiðis, þetta það stórir í rauninni svona plattformar, svona miðlar í rauninni, að það að hefta aðgang fólks að þessum svona gjallarhornum að fólki líður eins og það sé verið útilokað úr samfélagsumræðinni. En lagalega það bara þannig að fyrirtækin eiga þennan miðil, þau ráða því hvernig þau haga sinni ritstjórn í rauninni á þessum miðlum og hið opinbera sem í rauninni svona tjáningafrelsið situr ákveðnar kvaðir á að bæði vernda og takmarka ekki á ómálefnalegan hátt á ekkert bara við þessi fyrirtæki. Þannig að ef að þetta á að vera eins og prófessorinn segir, þetta sé almannarými, þá erum við allt í einu komið bara með lögregluna inn sem að þarf að sinna í rauninni þá vernd tjáningafrelsins líka gagnvart eins og hatursorðræðu eða ýmsu svoleiðis. Já. Við könnumst við þessi fyrstu skref þegar maður fór fyrst inn á þessa miðla að maður taldi sig vera að stíga þarna inn af fúsum og frjálsum vilja sem maður var sannarlega að gera en svo sogast maður inn í einhvern heim sem að mörgum finnst erfitt að standa utan. Er það ekki svolítið punktur, Þorsteinn? Þetta dálítið þannig og ég held að þetta er mikilvægur punktur sem að Kristinn hefur verið að benda á í þessu sem það að við upplifum þetta sem almannarými en við höfum í rauninni og við getum alveg sagt í sjálfu sér að svo upplifun sem kannski ekki endilega röng ekki beint en við getum líka sagt við höfum afhent einhverjum tilteknum fyrirtækjum yfirráð yfir því sem við höldum að sé almannarými og eins og Björn Leví segir ég meina lagalega þetta ekkert almannarými lagalega eiga þessi fyrirtæki þessa miðla og þau geta hegðað sér eins og þau vilja varði þá hins vegar það annað í þessu líka að yfirráðin eru ekki einskorðuð við fyrirtækin heldur hefur hið opinbera líka mikil áhrif á það hvernig þessu miðlum stýrt og þetta til dæmis og það er kannski að því vorum við alltaf fyrir okkur hvers vegna svona mikið af fólki verið að segja þessa ráðstefnu núna þetta, ég gæti trúa kannski að yfirlýsing Zuckerbergs hjá Meta sem kom þarna bara örfáum dögum áður hafum kannski líka haft svolítið vakið áhuga fólks á að taka þátt í þessari umræðu þar sem að hann einfaldlega bara gerir grein fyrir því að fyrirtækið hafi í rauninni orðið að beita sér fyrir tilstuðlan stjórnvalda
í umræðu og segir sett frá því að þeir hyggist núna láta af þessu sko. Og ég þekki þetta alveg vel vegna þess að ég var nú þeirra sem að gagnrýndu mjög þessar COVID-aðgerðir og það allt saman sko. Ég má ekki segja að málfrelsi spretti upp úr því. Það sprettur í rauninu upp úr því sko, þetta sprettur upp úr því, þetta hópur fólk sem var með gagnrýnin á þetta. Og ég var að starfa með sko fjölmiðlum erlendis fyrst og fremst sko, svona á jaðrinum sko. Það voru miðlar eins og Daily Skeptic í Bretlandi og Brownstone Institute í Bandaríkjunum. Þar sem að safnaði saman fólk sem var líka gagnrýnið á þetta. Og ég þekki bara mjög vel af eigin raun sko, hvernig þessi aðferð virkar sko. Bara þessi, sko, þarna verður sérst, ég held að séu 100 fyrirtæki á heimsvísu sem að falla undir það sem kallað sko staðreyndavöktun. Og eru upphaflega er tilgangurinn með þessu sá einfallega að tékka það af hvort að stjórnmálamenn sé að segja satt sko. Og þetta fór að verða áberandi fyrst eftir Donald Trump var kosinn forseti Bandaríkjanna. Veitti ekki af en hann lét bara út úr sér hvað sem var sko. Og þá fylgdi þetta gjarnan með sko. En síðan hins vegar fór þetta snúast það í þessu öllu saman að þakka niður sko, bara einfallega gagnrýni, þakka niður rannsóknarniðurstöður og svo framvegis og eru mjög skýrar sko og svona gegnum gangandi aðferðir sem beitt alltaf þarna sko og og ég fór nú einmitt að rifja þetta aðeins upp sko og skoða gamalt efni daginn sko og rifja þess fyrir mér meðal annars grein sem að ég skrifaði þetta fyrir það verður 2 ár síðan held ég. Það kemur rannsókn frá Cochrane Review sem almennt talin virtasta rannsóknarstofnun í læknisfræði í heiminum. Þar sem að þeir eru að fara yfir rannsóknir varðandi grímunotkun sem var mjög áberandi þarna og á þessum tíma og niðurstaða sú og það eru engar marktækar rannsóknir sem að sýna fram á þetta hafi neina áhrif sko. Skoðun verður einhvers konar fakta. Já, í rauninni sko og þeir komast að þessi niðurstöðu. Síðan ganga staðreyndavöktunar fyrirtækin í það að reyna einhvern veginn að þagga niður sko. Og þá aðferðin sem beitt sko, eins og í þessu tiltekna dæmi sko, sem áhugavert. Þá þess að vísindamaður allt annar sem að kemur þessari stofninu raunin ekkert við sem að skrifa einhverja bloggfærslu þar sem að segir eitthvað um þetta Robert Malone sem var mjög umdeldur líka var eitt þeirra sem að sá sem að fann upp á sín tíma mRNA-tæknina sem var svo notið í bólum og hann skrifa sem einhverja bloggfærslu og þá aðferðin svo að það byrjað á því sko að búa til strámann eitthvað sem að hann segir notað sem í rauninni útgangspunktur. Síðan næsta, það ad hominem, þá farið ráðast á hann, persónuna, og reyna að hengja á hann einhvern ósannenda stimpil fyrir eitthvað allt annað sem hann hefur sagt. Og síðan kemur röksemdafærslan sko, og hún öll náttúrulega í skötulíki, en það sem að gerist síðan, leið og þessi dómur kominn frá staðreyndavaktaranum að þá þýðir það að allir sem reyna að minnast á eða deila rannsókn Cochrane Review á samfélagsmiðlunum, það eins og tekið niður. Og svona virkaði þetta sko. Og þannig að sko ég velti í stundu fyrir mér sko hvernig var að vinna hjá svona fyrirtæki sko. Þetta vel fjármögnu fyrirtæki sko, en hvernig það að vinna hjá fyrirtæki þar sem að lykilgildi fyrirtækisins óheiðarleiki. Já, en ef ég má aðeins sko spyrja þig út í, ef rétt að þrýstingur frá stjórnvöldum leiði til þess að það sé bara minna að marka upplýsingar og við séum með minni áreiðanleika hvað varðar upplýsingar. Tilgangur, ef þú aðeins nefnir það, tilgangurinn með því hver? Tilgangurinn í þessu tilfelli þetta tilgangurinn sá að stilla samfélagið inn á eina skoðun. Sko. Stilla samfélagið inn á eina skoðun. Stilla samfélagið inn á eina skoðun og þetta í rauninni bara sama sko, við getum sagt þetta sem mörguleiti sama taktík eins og við notum til dæmis ef að landa á í stríði.
að það má ekkert gagnrýna, sko. Það sem að ígildi herlaga í rauninni ígildi herlaga svolítið og þetta er einmitt tjáningar og skoðanafrelsi. Já, og þetta er í rauninni svolítið eitt af því sem að Kristín einmitt kom inn á þarna á fundinum, sko. Já. Að það er það að í rauninni eru eiginlega, sko, á þessum tíma þá er eiginlega herlög nánast, sko, innleitt og það sem gerist, sko, og hann sagði, sko, Zuckerberg, hann segir við vorum þvingaðir til þess að gera þetta. Já. En Kristinn, hann segir þetta var ekki í rauninni þannig. Þeir komu til stjórnvalda og sögðu við höfum hérna tækni sem við getum notað. Já. Og þá í rauninni kom í ljós, sagði hann, að sko þessi tækni sem var búið að beita, það var búið að beita miklu lengur. Sko. Og hjá Wikileaks til dæmis þá voru menn að sjá alveg hvenar var verið að taka hlutinu niður, hvenar var verið að beita einhverjum með algoritmum til þess. Löngu áður en nokkuð tíma var viðurkennt neinstæðar að þessari tækni væri beitt, sko. Og síðan byrjaði þess að beita henni í samkvörli við stjórnvöld að það fór allt leynt. Það var ekki opinbert, sko. Það er fyrst núna í rauninni, það kemur fyrst náttúrulega með Twitter-files þarna fyrir 2 árum, sko, hvað Twitter, og síðan hafi verið dómsmál og þannlega, en síðan núna þá víður kennur Zuckerberg í rauninni bara þetta, hvernig þeir runnu, sko, og tilgangurinn er bara þessi sem sagt að það er að stilla samfélagið inn á eina línu og reyna að koma í veg fyrir það að menn geri ágreiningu hana. Það er þannig, sko. Já. Þetta er mjög áhugavert. Sko Tjörfi, ég hlustaði á erindi þitt. Þú varst að sýna fram á með dæmum af fréttaflutningi að það ber að varast að treysta því blóðhráu sem við lesum og skoðum. Já, ég var náttúrulega aðalega fjallum sko umfjöllun fréttamiðla utanríkismál og sérstaklega sko stríð út í heimi. Já. Og eins og ég sýndi fram á þá tel ég sko, já, maður getur ekki trúa neinu bara gagnrýnislaust sem þeir segja sko og sérstaklega ekki í þeim efnum sko. Og ég tek þeim upplýsingum sem að ég lesi í þessum miðlum sko stríð út í heimi sérstaklega bara eins og hverju öðru sko. Þú veist, take it with a grain of salt sko. Þú þarft alltaf að sko lesa þetta og bera síðan saman við aðra heimildir og sjá hvernig bækur bera saman, skilur, þú vilt koma að staði hvað er rétt sko. Af því það er, og eins og ég sýndi í mínu erindi er að það er bara fjöldamörg dæmi bara beinleinis falsfréttir og rangar upplýsingar og það liggur bara í augum uppi að þessi fréttamiðlar eru bara stunda áróður, bara stríðsáróður, af því þeir eru að styðja eina hlið í átökunum og þeir enduróma áróðurinn sem að kemur frá þeirri hlið, gagnrýnislaust og til þess að láta sko óvinn líta illa út og til þess að láta þessa hlið sem þeir styðja átökunum vel út og ég tók dæmi úr átökunum í stríðinu í Sýrlandi og í Ísrael, Palestínu, Gaza og svo líka í Úkraínustríðinu. Við sjáum alveg fullt af dæmum þetta í þeim málum sko. Þannig að það var það sem ég var að fjalla í mínu erindi sko. Já, þannig að þetta er ekki þægileg innivinna að lesa fréttir, þú þarft að setja gagnrýna hugsun alveg reynd á 100 af 100. Var þetta ekki þannig áður? Er þetta eitthvað að versna núna? Auðvitað var þetta þannig áður og auðvitað hefur þetta alltaf verið, í öllum stríðsátökum hefur verið áróður, stríðsáróður rekin og eins og ég kom að í erindinu mínu þá var þetta sérstaklega áberandi í sko fyrri heimsstyrjöldinni og seinni heimsstyrjöldinni. Ég tók dæmi í fyrri heimsstyrjöldinni að þegar Þjóðverjar réðust inn í Belgíu þá fluttu sko bandamenn, þess að Bandaríkin og Bretar og Frakkar fréttir af því að þeir hafa ekki bara nauðgað konum heldur einnig krossfesta þær og borða börn og eitthvað svona þvílíkt sko og þú veist og sko kom í ljós að var ekki rétt, skilurðu. Það var stórlega ýkt og við sáum svipað með 7. október núna 2023 að það hefði verið sko 60 börn afhöfðuð sko sem var frétt sem var bara endurómuð út allt og það kom í ljós að þetta var aldrei staðfest, þetta var bara falsfrétt sko. Og þá segi ég sko að það er orðið sérstaklega áberandi núna hvað sko þessi stríðsáróður hefur orðið sko mikill og þetta minnir mig svolítið svona á fyrri og seinni heimsstyrjöldar hvað þetta er orðið ýkt. Það ég tökum til dæmis dæmi í Víetnamstríðið að þegar að Bandaríkin voru í Víetnamstríðinu þá var miklu gagnrýni fréttaumfjöllun. Þá voru fjölmiðlar sko gagnrýnir á stjórnvöld. En við sjáum það ekki þennan stríðsrekstur núna sko. Þvert á móti þessu Íraksstríði þá voru fjölmiðlar bara slá á stríðstrómurnar og taka undir sko eins og þegar Bush var að tala sko gjöreyðingavopnin í Írak og þessar afsakanir til að réttlæta innrásina fjölmiðlar voru bara enduróma það, bara slá á stríðstrómurnar sko. Þannig að ég vilti sjá meira svona eins og það var á tímum Víetnamstríðsins, þá var gagnrýnin umfjöllun, skilur. Já. Svo af því þú ert að ræða hugtak eins og falsfrétt
upplýsingaóreiða annað að sko, mér finnst líka áhugavert sem framkom hjá Kristni Hrafnssyni í erindinu að hann í rauninni setur spurningamerki við þessi hugtök. Já. Björn Leví, ef þú kannski nefnir svona, hvað þér fannst þær fabúleringar? Já, sko, ég hef mjög gaman af því þegar fólk að pæla í og sérstaklega snúa út úr hvað hugtaka merkingu varðar og að bæta við merkingu eða gera lítið úr merkingu og svo framvegis. Ég held að sé ekki hjálplegt fyrir umræðina. Upplýsingaóreiða þýðir ákveðið svona bara lógískt séð, orðabókalega séð og ef fólk að nota það orði í einhverjum svona frjálslegri skilningi þá það ekkert hjálplegt. Þá það rámt að gera það. Það er hluti af áróðurinum oft að reyna að toga til merkingu hugtaksins í aðra ráttir heldur en það raun og veru þýðir. Vók, bylgjan dæmi það til dæmis. Orðið þýðir allt annað heldur en það verið að reyna að láta það þýða til dæmis. Og það hluti af þessum svona óheiðleika kannski sem að Þorsteinn vísar daldið í. Að sem sagt, það eru alltaf einhverjir aðilar á öllum sviðum sem eru annað hvort beinlínis óheiðlegir eða eru að miskilja aðstæður á einhvern hátt. Líklega oftar það saklaus miskilningur að bara fólk hefur aðrar skoðanir og það ofsalega erfitt að rauninni berjast gegn skoðunum sínum þrátt fyrir að gögnin segi annað. Það bara sálfræðilegt fyrirbæri. Að þrátt fyrir að gögnin segi að skoðanir okkar séu rangar að þá skiptum við ekki skoðun. Það bara, við leitum að upplýsingum sem að staðfesta skoðunar okkar en ekki við grannskoðum ekki gögnin og segjum, það er rangt fyrir mér. Það bara almennt séð ekki þannig. En kommentum sko Kristins til varnar, við höfum báðir unnið á Ríkisútvarpinu, ég og Kristinn og við sjáum núna svona establishment anda bara Facebook-vinir mínir, fréttamenn og RÚV, þeir halda stundum að þeir séu, þetta svona valdsækin stofnun sko, eins og Almannaútvarpið nú mjög oft, draga oft taum valdhafa þóttu að sína aðhald og ég hef oft séð það bara í færslum einmitt á Facebook að þeirra sannleikur hann sannleikurinn og aðrar fréttir og aðrar nálganir við gætum rætt jafnvel bara gasa og eitthvað sem mjög viðkvæmt það upplýsingaóreiða, það falsfréttir þannig að það má líka sko ekki rétt það má misnota sko, ég held að það segja mjög mikilvægur punktur sem að Björn nefni þetta sko að sko hugtakið upplýsingaóreiða, það hefur alveg ætti að geta haft til dæmis að skýra merkingu sko. Það einfaldlega bara það þegar það óreiða á því hvað rétt og hvað rangt sko. En þetta hugtak hefur verið alveg miskunnarlaust notað einfaldlega til þess að taka niður skoðanir sko, sem að snýst þá ekkert í rauninum upplýsingar. Það snýst ekki staðreyndir sko. Það snýst bara skoðanir, röksemdir og svo framvegis og það fælir almenning frá svona fjölbreytileika skoðan. Já, það fælir nefnilega frá og það er það sem er svo hættulegt í þessu vegna þess að sko svona misnotkun á hugtökum það sem hún gerir það að hún fælir fólk frá því að hugsa gagnrýnið og hvað þá núna á tímum þar sem að sko gagnrýnin hugsun hefur aldrei verið mikilvægari þá þetta gríðarlega skaðlegt og núna sko nú stöndum við framfyrir eins og Kristinn nefndi nú einmitt þarna í pallborðsumræðunum sko á laugardaginn sko 95% af því efni sem að blaðamenn að vinna á fjölmiðlum þetta eitthvað sem að gervigreind að taka við sko og og við erum í rauninni að í hættu á því að afhenda einhverjum tæknibúnaði sko ákvörðunarvald okkar það bara svo auðvelt, það bara svo þægilegt það svo auðvelt að láta bara einhver gervigreindarlíkon sjá að taka fyrir okkur ákvörðanir og svo framvegis sko og á þessum tímum þá þetta náttúrulega þá þörfin fyrir gagnrýna hugsun hefur aldrei nokk tíma verið meiri heldur en einmitt núna en þá mætum við þessu og mér finnst einmitt athyglisvert þetta sem að þú nefndir Tjörvi sko með fjölmiðlana í Víetnamstríðinu og svo fjölmiðlana núna sko
að núna samkrullið milli sko kapitalsins og ríkisvaldsins orðið svo mikið og þá einmitt ég var að lesa á að greina þetta Jeffrey Tucker forseta Brownstone Institute núna daginn þar sem hann að rifja upp svona alla þeirra baráttur sko og okkar í gagnvart einmitt þessari staðreyndavöktun og þessu dóti sko og þöggun og þar hann að sko rifja upp dæmi það þar sem að skilgreining Mussolinis á fasisma að það var sett bannað að setja hana inn á Facebook sko. Þar sem að hann bara einfallega skilgreina fasisma, þetta frá því áður en hann mér að tekur völd sko. Sem sagt nákvæmlega þetta, það samstarf stórfyrirtækja og ríkisvalds sko. Og þetta mátti ekki segja. Það mátti heldur ekki segja að það væri ritskoðun. Það var líka falsfrétt, það var líka upplýsingur að nefna það að það væri verið að ritskoða efni. Sko. Þannig að en þetta svo stórt áhyggjuefni núna af því líka að eðli eiginlega gervigreindarinnar eðli mállíkanana eiginlega það að valdið að það safnast á sífellt færri hendur. Það er svo mikið bara ávinningur í sköluninni að við munum horfa á það sem sagt að það þjappast saman valdið í krafti þessari tækni og í krafti náttúrulega samfélagsmiðlunum. Við sjáum þetta náttúrulega bara með samfélagsmiðlunum til dæmis að það getur aldrei verið nema eitt Facebook, það getur aldrei verið nema eitt X. Af hverju það? Það er mjög vegna þess að þetta er network effects. Því fleiri sem eru þarna, því betur gengur starfsemin og því betur sem starfsemin gengur, því fleiri verða þar og það endar þá í rauninni einokun og þá náttúrulega kemur upp þessi spurningum almannarýmið kannski. Já, mér finnst líka mjög sláandi hvernig Kristinn Hrafnsson líkti Julian Assange-málinu við svona að þetta væri svona bara mikrokosmos að með þeirri afferu þá hefði bara lokast ákveðin hlið í heiminum. Já. Hvað segir það nefni? Ég gera smá athugasemd við notkun á orðinu ritskoðun því að það er nauðsynlegt að skilja hvað það orð þýðir og það er alveg tvær merkingar á því orði. Annars vegar náttúrulega bara lagaleg tjáningafrelsisleg merking á því orði og hún þýðir þá að þegar að fyrirtæki eins og Facebook eða X eða eitthvað svoleiðis er að stunda ritstjórn á sínu miðli og með því að henda fólki út eða banna hitt og þetta, þá er það ekki ritskoðun. Það er það bara ekki. Nú, það er það bara ekki. Eru talandi það er ritstjórn, það er bara hitt opinbera sem getur verið með ritskoðun. Af hverju er það bara þið opinbera? Ef að enga fyrirtæki stundar ritskoðun, af hverju er það þá ekki ritskoðun? Af því að enga fyrirtæki stundar. Af því að lagalega sér það ekki þannig. Það er síðan í almennu málfari að þegar við bara notum orðið ritskoðun í almennu, ekki lagalegu samhengi, þá getum við nota það orð eins og okkur hendar í rauninni og þá er það alveg rétt svona tilfinningaleg lýsing á því sem er að gerast hjá þessum fyrirtækjum. En það er ekki lagaleg lýsing og við ruglum þessum rosalega oft saman. Okay, en sjálfsritskoðun blaðamanna er til dæmis talið eitt helsta meinið og við köllum það sjálfsritskoðun. Þú þá að meina að samkvæmt einhverjum lagalegum skilningi sé það ekki rétt að hugtækið? Það er oft verið að rugla þessu nefnilega saman. Okay. Það er verið að fara fram með það að segja sem þetta ef að fyrirtækin gera þetta eða jafnvel einhverju hópstjórnundur og einhverjum stórum hóp á internetinu að það sé það ritskoðun. Það er bara rangt. Það er lagalega rangt. En það er málfræðilega séð er þetta svona sveigjanlega. Ég held að þetta sé svolítið þröngur skilningur. Þetta er mjög skýrt í dómum í Bandaríkjunum til dæmis að ef að síðan stjórnvöld koma inn og segja fyrirtækjunum þið eigið að sinna því að henda út svona dóti, þá er orðið ritskoðun. Eins og þau gerðu í þessu tilfelli. Þá er fyrirtækin fannin að hlýða því skipur stjórnvalda, þá er það stjórnvöld sem er að skipta sér af þessu, þá er það ritskoðun. Eins og kom fram í Twitter files málinu að Twitter var að ritskoða í samráði við FBI og lögreglu yfirvöld þannig að það er alveg skýrt dæmi
sko ritskoðun. En þú veist, ég er að greina muninn á því þarna að þegar fyrirtækin sjálf gera það bara, þá er það ekki ritskoðun. Þegar stjórnvöld segja fyrirtækinu að gera það, þá er það ritskoðun. Ég held að málið ritstjórn bara allt of dauft orð. Ég held að það sé kannski aðeins við höfum kannski verið að kafa aðeins dýpra í þetta held ég, vegna þess að sko ég til dæmis meðal þeirra sem hafa verið að stýra hóp á Facebook sem að og einmitt tekið svona rimmur við fólk sem að hefur viljað koma einhverju efni þar inn sem að við höfum kannski ekki viljað fá inn og við lítum á þessi ritstjórn vegna þess að við erum með ákveðin fókus, það er ákveðið efni bara, það er ákveðin efnistök sem við gerum kröfur að það sé heimildir og slíkt og síðan bara ákveðin viðfangsefni. Þannig eitthvað sem er algjörlega óviðkomandi því að það á ekki heima þar inni. Og þetta líti ég á sem ritstjórn, ekki sem ritskoðun. Ef að hins vegar við værum að þagga niður, kom í veg fyrir það til dæmis sem bara gagnvart einhverju málefni sem að hópurinn fjallar og við fáum inn efni sem er með og móti þess vegna okkar sjónarmiðum og ef við stöðum það sem er á móti okkar sjónarmiðum jáfnvel þó að við uppfylli allar þær gæðakröfur sem við gerum, þá er það orðið ritskoðun. Þó að við séum ekki stjórnvöld. Það er bara að reyna að gera sér greinarmun á merkingu þessara hugtaka alveg óháð því hvernig það er skilgreint í lögum bara á merkingu hugtakana hvenær ertu að ritstýra og hvenær ertu að ritskoða og þarna í mínum huga allavega þá er munurinn þessi að ritstjórnin hún snýst það að tryggja það að efni sé í samræmi við bara yfirlýst umfjöllunarefni miðilsins og standist gæðakröfur og slíkt, ekki það að loka á einhverju tiltekin sjónarmið eða tilteknar skoðanir, þá er það ritskoðun. Í mínum huga allavega er það þannig En Tjörfi, þú ert doktorsnemi í sagnfræði, ekki satt? Já. Og er lokaverkefnið tengist að einhverju leyti því sem við erum að ræða hér núna? Nei, ég er að skoða sögu 20. aldar og kalda stríðið. Já. Í minni í doktorsritgerð, þannig að það tengist ekki beint en ég er náttúrulega mjög mikið bara að skoða söguna og lesa mig til þessi mál og ég, þegar ég skoða þessi mál í nútímanum, ég gera það með hliðsjón af sögunni, og þess vegna tók ég dæmi með stríðsáróðurinn og umfjöllunum Víetnamstríð og það alltaf, ég sé alltaf hliðstæðurnar í sögunni, þegar ég skoða þessi mál í nútímanum, Það sem ég er að velta fyrir mér, það er svona fyrir sagnfræðinga framtíðarinnar, verður eitthvað erfiðara fyrir þá að vinna úr heimildum, að meta góðar heimildir, verri heimildir með það sem við erum að ræða hér núna en var eða hvernig horfir það við þér? Það er góð spurning, ég held ekki. Munurinn kannski sá að það er bara miklu meira upplýsingum, núna. Af því þú veist, sagnfræðingar sem eru að skoða söguna, þeir eru að skoða tímabil þegar internetið var ekki til, og það er þá bara einhver prentur skjöl sem að þeir reyna að nálgast í skjalasöfnun og alls konar heimildir, og þá er oft vandamálið að það er skortur á heimildum og þeir reyna alltaf að komast í bestu heimildirna sem að þeir finna, frumskjölin, Já. Og kannski munurinn í framtíðin er að þá eru þeir með eitthvað gagnagrunn, Facebook-færslur og alls konar svona, og þá er bara meira magna upplýsingum, en þá er náttúrulega miklu meiri kannski, hvað maður kallaða testimóníur, það er miklu meira upplýsingum það sem að viðkomandi hefur sagt, því að hann hefur skrifað alls konar blogg á internetið eða Facebook-færslur, þá eru miklu meiri upplýsingar, Þannig ég held að það sé kannski bara helstu munurinn, Einmitt. Ég var að ræða aðeins fílinn í stofunni, þennan bleika bara íslenska fjölmiðlum samtímans. Við erum með Moggan sem augljóslega er í eigu útgerðarmanna og það er ákveðið erindi þar á bæ. Það þýðir ekki, það með því er ekki að segja allir blaðamenn Morgunblaðsins séu bæjast. Ég er alls ekki að segja það, en við vitum alveg eignarhald, áhrif eignarhalds, eigendavald er breyta í fjölmiðlun hér á landi sem á annar staðar. Við erum með svolítið máttlausa fréttastofu Ríkisútvarpsins, eru eiginlega allir sammála hvort hún er til vinstri eða hægri er mér eiginlega alveg samum, en það er óbúslega mörg mál sem að fréttastofu Ríkisútvarpsins snertir ekki á. Vegna þess að þetta eru mál sem að þú þarft að sannlega óhreinka þig og þú þarft að taka slagi í kjölfar þess að þú fjallar
fréttastofa Bylgjunnar, Vísis og Stöðvar 2 bara held ég sé bara jafn góð eins og maður getur átt von á markaðsdrifinni enga fjölmiðlun eins og kemur þaðan, en svo bara heimildin svona heldur og niðurleið þeir hafa verið í smá vanda. Við erum með þessa stöð hér sem að margir hampa umræðulega sem mikilvægri viðbót, en við mistum náttúrulega 2 sjónvarpsstöðvar ekkert alls fyrir löngu og við mistum Fréttablaðið. Og sko ég bar upp þá spurningu á þessum málþingi hvort Birgir Guðmundsson væri með tölur fjölda starfandi blaðamann í dag meðað við það sem að við litum á við blaðamenn sem gullaldarskeið. Því við þykjumst hafa upplifað það fyrir einhverjum 15, 20, 25 árum að þá hafa verið svona gullaldarskeið í íslenskri blaðamennsku. Það komur nú reyndar ekki svör við þeirri spurningu, en ég hef það á tilfinningunni að það vanti mörg 100 störf í blaðamennsku samtímans á við það sem að mest var á sama tíma, og almannatenglum hefur fjölgað sennilega 100-falt. Já. Og þetta í rauninni vandi okkar samfélags í hnotskurn eins og ég sé það. Hvert ykkar take á það? Ekki þetta gullaldarskeið sem hún talar það ekki upphafið af því þegar einmitt peningavaldið að nálgast fjölmiðlana? Jú. Nefnilega. Og þá rauninni byrjunar fjárfesting í því sem að endar í núverandi fyrirkomulagi. Jú, en breytir ekki því að það var rosalega svona mikill her af fólki sem velti við öllum steinum frá alls konar sjónarhóðum. Miklu meiri breytileiki Þú þarft hera fólki til þess að ná yfir á þeim. Þannig. Og sko skoðum líka aðeins sem sagt ábyrðurinni þeirra sem að fjölmiðlun beinist oft gagnvart, og það er pólitíkin. Það endalaus áróður gegn fjölmiðlamönnum út af alls konar fréttum sem hefur verið að flytja bara út af spillingamálum. Þá þetta einhver persónulegar einhver persónuleg vonska eða eitthvað svoleiðis að farið í mannin og svo framvegis, og það endalaust ráðist að líka opinbera ríkisútvarpinu og hótað fjárheimildunum fram og tilbaka þar. Ég sé bara svo. Ég veit, ég alveg sammála því, en hótanirnar hafa áhrif. Mér finnst það augljóslega að hafa haft áhrif sem að gera það verkum að fréttastofa Ríkisútvarpsins og í rauninni fleiri fjölmiðlar menn bara snerta ekki á ákveðnum málum. Bara deig blaðamennska, bara deig fréttamennska. Ég meina það það sem að málþingi snerist hvað Assange varðaði. Þarna sem sagt fjölmiðlamaður bara frá Ástralíu, hann flytur fréttir af hernaði Bandaríkjamanna og sakfelldur í Bandaríkjunum fyrir fréttaflutning sem kemur bara þýðir þetta að fjölmiðlamaður á Íslandi sem að flytur fréttir Bandaríkin getur bara verið sakveldur og frelsissviptur í Bandaríkjunum. Heldur að menn séu hræddir við það hér á landi? Þetta almennt séð. Þetta hefur komið líka í kjölfar Panamaskjalana og fleiri svona opinberana. Það hefur ansi margir fjölmiðlamenn bara einfaldlega verið myrtir af Rússum til dæmis og í Miðausturlöndum. Það var frægt dæmi í Sádi-Arabíu, hann fór frá Tyrklandi. Það gerist ekki hér á landi, Björn Leví. Nei, en áhrifin eru samt til stað. Það eru jaðar áhrif af því. Og við erum kannski einungur á litla Íslandi og finnst okkur vera voðalega örugg og svo leiðis. En það samt kælingar áhrif af svona málum. Og fólk hugsar sig á ég að fara út í svona. Auðvitað eins og mála Assange þar sem að samherjamálið líka bara samherjamálið náttúrulega dæmi, en þetta mála Assange sem merkilegt í rauninni vegna þess að það sem að mála lyktir eru þær að hann viðurkennir það að hafa tekið við gögnum og unnið úr þeim og birt þau. Þar að segja hann viðurkennir að hafa stundat blaðamennsku. Og eins og Kristinn talaði þá er þessi njósnalöggjöf í Bandaríkjunum, hún þannig að að þar ekkert rými fyrir nein sjónarmið varðandi almannahagsmuni þegar þú ert að birta einhverju upplýsingar eins og í þessu tilfelli náttúrulega augljóslega almannahagsmunir af því að fólk viti af þessum glæpaverkum
en það ekkert rými fyrir það og hann talaði um það sko að þetta væri eitthvað sem þyrfti að breytast og að binda vonir við það annarkvort fráfarandi forseti eða nýr forseti muni breyta þessu sko en sko það sem kannski líka sko þú tala jaðaráhrif sko og ég ekki viss endilega hvort að þetta eru sko jaðaráhrif af þessu eða hvort að þetta einfalda sko hvort að það samt orsakasamhengi eða hvort að þetta bara eitthvað sem að eiga sér stað á sama tíma. Vegna þess að það sem gerist sko í Assange-málinu þar fjölmiðlar taka fullan þátt í herferðinni gegn Assange og sko virðist vera í rauninni sama þó að þessi vegið að þessar grundvallar inntaki blaðamennsku fjöreggi blaðamennsku fjöreggi þeirra sjálfra sko. og þegar að þannig komið fyrir blaðamennskunni að hún stendur ekki vörð sko sjálfa sig og tilverugrundvöll sinn sko og þetta sjáum við náttúrulega, við sjáum þetta náttúrulega líka hér sko þar sem við sko þegar fólk sama þegar fólk sama það og það bara já, þetta kannski óþægilegt eða í samherjamálinu, þeir eru kannski eitthvað reyna að hafa einhver áhrif þarna en so what sko, þú veist og öllum sama í rauninni nema þeim sem að standa í eldlínunni og eru að reyna að vinna úr málunum sko, öllum hinnum alveg sama, kolleganum alveg sama sko að þá náttúrulega hlýtur þetta vakna þessi spurning sem að Kristín bar upp og svarar sko játandi að fréttamannskan sé dauð sko þannig að það þarf einhverja sko, það þarf að fara aftur til rótan og það nauðsyn á einhverja endurnýjun sko. Ég velti líka fyrir mér hvað sko smiðir átakakenninga eins og Weber og Marx myndu segja að sko þegar ég læri blaðamennsku ekki í skóla heldur bara með því að gera hana þá eru átök bara, þau eru innbyggð í samfélagið og þau eru jafnvel bara talin æskileg og það er bara jafnvel talið þroskandi og mikilvægt fyrir framgang samfélaga að átakalínur séu skýrar og maður þjálfast upp í því að vera í stríði sem blaðamaður en svo hefur samfélagið breyst svolítið mikið síðan, til dæmis allt uppeldi er orðið allt öðruvísi en það var bara innan veggja heimilisins við erum jú alltaf að forðast átök ekki satt og okkur er sagt að það sé gott uppeldi, það sé aldrei konflikt og við ræðum okkur saman og alltaf maður veltir í fyrir sig hvort að þessi breyting bara svo í fabúlir út í loftið sko, hvort þetta getur skipt einhverjum máli bara hreinlega sko viðhorf í samfélaginu viðhorf í samfélaginu sem að sko það má vera. Hversu mikil breyting er það þegar að lögreglan fer að skipta sér á því og setja fjölmiðlamenn sem með stöðu sakbornings? Það er til dæmis sko hvað maður að segja andvaraleysi okkar og skortur á mótmælum í því máli er ótrúlegur. Finnst þér það ekki? Já. Ég meina þarna þarf almenningur allt í einu að fara að sko velja á milli fjölmiðlamannana og lögreglunar. Hvorum á að trúa? Það er alveg fáránlegt og ekkert á þessu fer síðan fyrir dómu og er fellt niður einhverjum 2-3 árum setna eitthvað rugl en bara með ótrúlegustu yfirlýsingu sem að maður hefur nokksunni lesið fáránlegt alveg sko og að þetta skuli engar afleiðingar vera af þessu er bara, það er alveg stjarnfræðilegt og það er hluti af vandanum og þessum kælingaráhrifum sem ég var að tala hérna áðan að þegar að það er svona yfirgangur sem að mér finnst vera frekar augljós að þá ber aldrei neitt ábyrgð á því að hafa stundað slíkan yfirgang þar á leiðandi verða engar afleiðingar, það tekur engin ábyrgð þar á leiðandi er bara gert aftur næst af því að hvað skortu þau upp með það sko, hvers konar kælingar áhrif er á því sko er það enginn sem að ber ábyrgð er ekki mögulegt að það sem að við erum að horfa á hérna sé ákveði sko ákveðin svona relativismi afstæðishyggja varðandi bara ákveðin grunngildi sko. Þetta er kannski eitt af því sem að við höfum svolítið hérna verið að fókusera á í þessu félagi í málfrelsi sko, að það er það að við þurfum að standa vörð
grundvallargildi. Við þurfum að standa vörðum tjáningafrelsi, við þurfum að standa vörðum lýðræði, við þurfum að standa vörðum grundvallar mannréttindi. En á undangengnum árum höfum við séð sko sífellt meira andvaraleysi gagnvart þessum grundvallargildum. Þar sem að fólk lætur sér bara létt rúmi liggja hvort að það geti tjáð sig og mér finnst til dæmis mjög áhugavert að fylgjast með því sko hversu vitundin ég ætla bara eins og ritskoðunna sem Zuckerberg var að viðurkenna núna sko hversu vitundin þetta lítil sko þar sem að sko og það var svolítið áhugavert einmitt sko þarna dæmi sem að var svona smá debatu þarna á fundinum einmitt Tjörfið og mann eftir því hvað er sannleikur sko og þú kannski tekur það bolta? Það sko kom spurning út í sal af því það í svona tengslum við það sko hvernig vitum við hvað er rétt skilur af því að þú veist ákveðni fjölmiðlar segja eitthvað og aðrir segja annað og þá kom spurningin þú veist er þá einhver eitt sannleikur sko og það kom mér svolítið óvart að professorinn í fjölmiðlafræði sagði að það væri engin sannleikur sko. Og hann virtist meina það sko á einhver svona heimspekilegu leveli sko. Förum aftur til upplýsingarinnar og skoðum hugmyndir sko David Hume og Immanuel Kant sko sannleik og hann vísaði það sem í Nýja testamentinu þegar Jesús Kristur spyr Pílatus hvað er sannleikur sko. Hann virtist meina þetta á einhver svona heimspekilegu leveli sko. Já, Birgir Guðmundsson. Og ég sko en ég skilði þetta ekki á svona heimspekilegu leveli. Ég segi bara þú veist þegar kemur að staðreyndum þá er bara eitt sannleikur. Annarkvort eru staðreyndir réttar eða ekki sko. Og annarkvort fara fjölmiðlar rétt eða rangt með staðreyndir. Og það er bara eitt sannleikur í þeim máli sko. Og þennan sannleika í þessari merkingu sem þú ert að vísa til kom bók blaðamennsku. Ég man ekki hvort það var 2011, 2012 eða 2013, hún heitir Þræðir valdsins eftir Jóhann Hauksson og hann notar þar orðið sannleikur á hverri einustu blaðsíðu en ég man að það var sótt að honum yfir því að nota þetta orð. En þetta er dálítið skemmtileg umræða núna á svona ákveðin dýnamík í kringum þetta. Megum við nota þetta orð? Já, má ég segja, sko, í akademíunni í dag þá er þetta orð sannleikur orðið eins konar bannorð. Það þykir bara sko úrelt og gamaldags. Þetta er bara einhver 18. aldar hugmynd sko. Þetta er bara upplýsingin þegar menn töluðu sannleikan og eitthvað svona. Svona er þetta orðið í akademíunni í dag. Þetta er þessi postmodernismi sem er ráðandi stefna í akademíunni. Og samkvæmt postmodernisma þá áttu sko að hafna öllum metanarratífs, hafna öllum stórsögum og liggur við bara að hafna öllu sannleika. Þeir eru bara komnir út í relativisma, það gefur bóunum auka frelsi. Já, og þú veist, þá er að skjóta sjálf því í fótinn þegar þú aðhyllist postmodernisma og hafnar sannleikanum og aðhyllist relativisma, af því að þá getur þú aldrei sýnt fram á sannleika. Þá getur þú aldrei sýnt fram á, heyrðu, þú hefur rangt fyrir þér, ég hef rétt fyrir mér. Skilurðu, af því þegar þú búin að samþykja eitthvað svona post-truth dæmi, þá geta undirkallarnir eða hvað sem bara sagt, heyrðu, ég er bara með mín alternative facts og þú getur ekkert afsannað mig, skilurðu, af því við erum bara með okkar eigin sannleika, skilurðu. Þannig að menn sem aðhyllast þetta og því miður eru flestir fræðimenn í akademíunni í dag sem eru komnir alveg út í þetta, út í postmodernisman, eru bara að skjóta sér fótinn með þessu. Og þá getur ekki verið með aðhald gagnvart stjórnvöldum eða gagnrýnt stjórnvöld að segja, heyrðu, þið hafið rangt fyrir þér, þú ert að ljúga. Af því að þú segir að það er ekki sannleikur, skilur, þá getur ekki... Heldur það sé einhver leið að vinda ofan af þessu? Það er mjög erfitt, sko. Þetta er samó með öll hinn hugtökin sem er verið að keppast hvað þýða er alkemistras og sannleikurinn er náttúrulega til á mörgum sko svona levelum. Það er náttúrulega að þú ert bara með svona eðlisfræðileg sannindi og 1+1 er satt og svo framvegis, en svo ertu með gildismat sem er ákveðin sannindi á bakvið. Það er að gera greina mun á sko, eins og segir bara efnislegu raunveruleika og svo einhverju svona siðferðislegu gildismat. Algjörlega. Það er að gera greina mun. Og þar við erum oftast stödd þar, svona í allavega pólitísku umræðinni og þar gleymir fólk því rosalega ofta þegar kannski tveir deila í svona þætti eða eitthvað sleysa sem að fólk situr sig með eitthvað borð og deilir eitthvað samfélagslegt mál að það er ekki bara möguleikin að þessi eða hinn hefur rétt fyrir sér heldur þeir geta báðir eftir rangt fyrir sér eða báðir eftir rétt fyrir sér bara út frá þeirra sjónarmiði. Það er alveg möguleiki að sá möguleiki stuðinni og það er eitt af því svona sem ég hef þetta var svona harði lærdómurinn einhvern veginn í þessari pólitík sem maður er búin að vera að sinna undanfarnum árum að því miður skiptir meira máli hvernig þú segir hlutina heldur en hvað þú segir og það er einmitt svo mikilvægt af því að
það sem þú segir getur innihaldið sannleika á hvaða sko leveli sem hann að meðan hvernig þú segir að það gerir það í rauninni aldrei. Það bara orðræðin, þess að Morfís orðræðin, það sem að þú ert að hljóma, þú ert að reyna að vera sannfærandi óháð því hvað þú ert að segja. Og við lendum rosalega oft í þessu að fólk sem að bara hljómar meira sannfærandi álitið hafa rétt fyrir sér. Já, mér fannst líka svolítið sko þarna á laugardaginn að Kristinn Hrafnsson kemur með frábært erindi, gríðarlega sláandi, eins og Ögmundur Jónasson fundarstjóri sagði, Kristinn Hrafnsson náttúrulega bara einhver stærsti blaðamaður heimssögunar og hann bara einn af okkur og bara vinur okkar og maður hittir hann á Laugaveginum og þetta sko ótrúleg stærð í heimssamfélaginu og áhrifamáttur Wikileaks náttúrulega maður á engin orð yfir þetta og þessi rimma sem staðið hefur yfir það ekkert sem jafnast á við þetta finnst mér og gríðarlega áhugaverður maður þú flytur þarna mjög gagnrýnið erindi sem að vekum hann en hann á milli svo þessi prófessor sko sem að kennir blaðamennsku fjölmiðlafræði norður í landi og hann svona svolítið svona þegar hinn að segja að það allt að fara til helvítis þá segir hann nei það allt alveg frábært og hérna kannski var það ágætis mótvegi Já, hann var náttúrulega svolítið kannski bara einmitt að hérna því vorum að tala um staðreyndir sko þá hann náttúrulega svolítið bara benda á staðreyndir og hann var að fara yfir rannsókn og það hvernig hlutin hafa breyst og þannig sko yfir ákveðið tímabil sko sem er náttúrulega gott en auðvitað þetta náttúrulega sko það sem sagt sko og mikilvægt að fá einmitt svona þessi ólíku sjónarhorn finnst mér finnst það mjög mikilvægt finnst eiginlega ekkert leiðinlega heldur fundir þar sem allir frumælendur eru sammála finnst nöðsynlegt að sé einhver debatt og við hefum reyndar mjög gjarnar vilja fá einhverja líka sko einhvern starfandi blaðamann til þess að vera með erindi þarna en þeir voru allir vant við látnir því miður sem við höfum samband við og eins og við rættum á sko það voru ákveðin vonbrigði hver fáið blaðamenn þarna og mér finnst bara umræða á meðal blaðamanna blaðamennsku mér finnst hún lítil sem ekki nei hún virðist ekki vera mikil og því miður og ég held að fólk þurfi kannski svolítið að sko að bara hleypa kapp í kinn sko og reyna svolítið að standa upp og fara að kafa meira onni í þetta en auðvitað þetta náttúrulega sko með sannleikan ég meina það auðvitað það alveg rétt ég meina sko versti óvinur tungumálsins versti óvinur sannleikans tungumálið sko vegna þess að tungumálið svo margrætt og tungumálið svo og það svo auðvelt að misskilja og við getum verið að nota sama orðið hérna allir og skilja það hver á sinn hátt sko og það eitt og það þekkt og þetta vitum við en það sem að hinga til hefur verið sko við höfum haft hefur verið tvennt sem að í rauninni vinnur gegn þessum ófullkomleika tungumálsins og það annars vegar bara referensin í hinn ytri veruleika sko og síðan það hins vegar rökræðan og sko relativismin hann svolítið sko það sem hann gerir svolítið með relativismin er að hann hafnar í rauninni þessu hann hafnar sko innum ytri veruleika hann skiptir máli og hafnar rökræðunni það sé líka bara eitthvað alternativ sko hvað rökræðilega rétt og hvað rangt sko og þegar við komum þangað þá á spurning Pílatusar mjög vel við sko og við henni þá ekkert svar hvað sannleikur sko en þannig að ég held að við þurfum svolítið átt okkur á þessu við þurfum átt okkur á því að þrátt fyrir sko ófullkomleika tungumálsins þá getum við samt komist að réttum niðurstöðum hluti. Þetta aðferðafræði þess sem að ofta að tapa í rökræðum að beðja skilgreiningar á hugtökum. Afvegilega umræðinu. Sunna Valgerðardóttir, hún var fréttamaður RÚV þegar hún var hérna í settinu hjá mér við þetta rauða borð fyrir kannski ári eitthvað svoleiðis og og sást hann að tekið eftir breytingu að þeir sem kom í starfskynningu núna inn á RÚV ætla að kynna sér fréttamennsku eitthvað svoleiðis þeir ætla ekkert í fréttamennsku þeir hafa engan áhuga á fréttamennsku þeir hafa áhuga að vera almannatenglar þeir hafa áhuga á störfum það sem þú ert ekki að vinna á vöktum og þú ert einmitt ekki átökum og leiðindum og hellingur af fólki sem hatar þig þegar þú flyttur í mikilvægastu fréttina og bara miklu betra að fara bara í almannatengsl og fá bara borga fyrir að matreiða einhverja ákveðna hlið á málum og sko ég held þetta sé sko alvarlegra mál heldur en við þetta ekki beint skoðanaleysi en við
við höfum ekki verið hvött til þess að láta okkar skoðanir í ljósi, væga sagt ekki, en það er umbun í boði oft ef við höldum kjafti, ef við segjum ekki neitt. Já. Og þetta sjáum við náttúrulega sko allt samfélagið. Já, það ekki. Og ég held sko við höfum verið að tala fréttamennskuna og það allt saman sko en sko tjáningarfrelsið sko umræðan tjáningarfrelsið, hún þarf í rauninni að rista miklu dýpra þetta sko. Vegna þess að við sjáum sko, þú nefndir einmitt sko bara sjálfsritskoðun blaðamanna áðan, en hvað bara með sjálfsritskoðun fólks almennt sko. Og við horfum á sko, það var svolítið áhugavert daginn sko, það tengist þessu máli, en það kannski til þess að varpa þess öðru ljósa það, þá kom ákveðis úttekt hjá BBC, þar sem hafa spurt sko hvort að Ísland væri jafnréttisparadís. Og þeir svona voru náttúrulega að horfa á þetta, ég meina þetta eru 3 konur að leiða ríkisstjórn og kona biskup, kona forseti og svo framvegis, allar þessar toppstöður, konar svona, en þeir köfuðu dýpra og þeir fóru að spyrja spurninga aðra hluti. Bentu á til dæmis að hér sko 40% hvernig ég eru orðið fyrir kynferðisofbeldi. Er það mikil jafnréttisparadís þar sem að þetta er þannig? Er það jafnréttisparadís þar sem að sko eins og við erum að horfa á bara núna, bara síðast í fréttum í gær, sko þar sem að sko menn grunaðir brotamenn í nauðgunarmáli, sko gagnvart fötluðum einstakling, eru ekki einu svona ákærðir, sko, og það ríðast upp fyrir mér bara frá því gamla daga, sko, þegar ég var í samband okkur sjálfstæðismanna og fyrir 30 árum, sko, og við vorum að keyra í gegnum landsfund sko ályktanir umbætur einmitt í þessum málum undir standandi lófataki. Við erum bara á samastað, við erum í jáfnvel verri stað sko. Við erum með löggjöf sem að jáfnvel sko hvetur hreinlega til þöggunar í ákveðnum málum, eins og til dæmis bara dóm einhvern daginn sko, þar sem að verið að dæmi í einhverju umgengnir eða forsjármálið einhverju slíku sko. Móðir sem að kljást við sko margdæmdan ofbeldismann og fíkniefnaneytanda sko, og þvinguð til þess að sko veita umgengni, og þá jafnvel gengið svo langt sko í svona málum, þá gjafsókn regla samkvæmt lögum, þá til þess að reyna að hindra áfrýjun, að þá fellir svo dómarinn sko málskostnað hins aðilans á þessa fátæku einstæðu móður, bara til þess að koma skilorðsbónum á framfæri. Þú skalt ekki fara áfrýja röngum dómi sko. Og það er þessi þöggun sko, þöggunin, ég verið að hugsa þetta svolítið undanfarið sko, þar sem að mér finnst áhugavert að tala sem sko þögnin á bak við eldavélina, og vísa þá í orð Guðna Ágústssonar þegar hann talaði að staður konurinn væri á bakvið eldavélina sko. Það er þögnin þarna, og þetta er sko blaðamennskan er eitt, fréttamennskan er eitt, en við horfum í samfélaginu, þeir eru með kerfi sem að hvetur sko til þöggunar bara á þessum prívatvettvangi, og það lítur þetta að hafa verið líka þarna. Ég held því fram í þessari bók hér sem heitir Besti vinur aðal og fjallar spillingu á Íslandi, að eina fólki sem sé frjálst skoðana sinna í þessu ríki okkar núna séu eldri borgarar sem eru komnir að atvinnumarkaði. Enda sér maður hvernig þeir geysast fram með með beitta og flotta statusa bara daginn eftir að þeir hafa unnið sinn síðasta vinnu. Leiður eru hættir sko. Já. Ég upplifa þetta mikið að uppáhald svona ævintýri mitt nýföddum keisarans. Það sem að strákurinn er sá sem að bendir á að keisarinn sé nakinn og er fagnað í því ævintýri. Almennt séð er það nákvæmlega öfugt. Það er sussað af því að allir vissu það sem að strákurinn sagði og skamman fyrir að segja það sem þau vissu að vera rétt en þau þorðu ekki að segja. Góða punktur. Þekkirðu söguna af upphaflegu útgáfunni af sögunni? Nei, ég veit ekki reynda hvort hún er rétt sko, en hún fór á flugu einhver tíma fyrir einhverjum árum og var nú þagguð niður náttúrulega sem falsfréttu þetta sko, þannig maður veit í sjálfsög ekki, en samkvæmt þessari frásögn að þá endaði sagan í upphaflegu útgáfunni þannig
að múurinn réðist á barnið og drapa. Útgefandinn sagði Andersen, við getum ekki gefið svoðun og svona út. Þetta væri líklega rétt dæmisaga. Þetta er ekki ólíklegt að þetta hefur verið bara sannsögulegt. Já, það getur verið það. Já, svona einsnæst Þú mátt ekki að loka orðin hjá okkur. Ég kom inn á þetta með ritskoðunina. Núna voru þið að tala skilur að fólk sjálfur ritskoðar sig og það er Wikipedia-færslu þetta sem heitir corporate censorship. Það er kallað corporate censorship þegar að fólk það er þakkað niður fólki að því hótað uppsögn eða þannig skilur. Þannig að þú vildi skilgreina ritskoðun á svona mjög mjóan hátt en við sjáum að þetta hugtak notað í víðari skilningi. Ég var að segja að það eru tvær skilgreiningar og við verum að passa okkur hvaða skilgreiningum við verum að nota. Og hérna á Wikipedia censorship, þar stendur að það er bæði ríkið sem getur stundar ritskoðun og einnig einkafyrirtæki og það er vísað í skilgreiningu ACLU sem eru bandarísk samtök og borgaraleg réttindi á ritskoðun. Þannig að ég vil benda á að það eru skipta skoðanir þetta. Það er líka þessi skoðun að ritskoðun, það er líka einkafyrirtæki sem geta stundar ritskoðun. Já, ég var að benda að það er almennur málskilningur það hvernig ritskoðun og það er skilgreint af samtökum sem að berjast fyrir borgaraleg réttindi. Ég var að hlusta á það sem ég að segja að það er ritskoðun, það er lagaleg ritskoðun og almenn ritskoðun og þegar við erum að nota orðið ritskoðun þá verðum við að vera skýr það hvora merkinguna ég er ekki sammálaður að það sé svona skýr munur á þessu og ACLU eru líka ósammálaðir þannig að ég vil bara benda það. Það er þetta dæma samkvæmt einu en ekki hinu gagvart tjáningafrelsinu þannig að þetta er alveg einfalt er það skoðið þetta í dómum frá Bandaríkjunum og svona einfalt. En ég hvet Blaðamannafélag Íslands og formann Blaðamannafélags Íslands til þess að setja þessi mál á dagskrá sem við erum að ræða hér. Það skiptir mjög miklu máli eins og við erum allir að ræða að almenningur sé meðvitaður en ábyrgð fjölmiðla er náttúrulega töluvert mikil við ræðum þá sem hornstein lýðræðis, fjórða valdið og ég veit ekki hvað og hvað og mér finnst mjög sláandi að það er engin umræða innan íslensku blaðamannastéttarinnar alvöru umræða allar þessar hreyfingar. Það er engin umræða polariseringar í íslenskri fjölmiðlun, það er bara ekki neitt. Það er hluti af þessari þöggun sem þú ert að tala og þessari átakafælni og til hvers mun þessi átakafælni leiða á endan. Það er ekki fallið niðurstaða. Það er ekki fallið niðurstaða, sko. Nei. Það er bara þannig. En kæra þakkir Björn Leví Þorsteinn Sigurlaugsson og Tjörfi Sjutt fyrir komuna og óska ykkur til hamingju hjá Málfrelsi með prýðilega ráðstefnu og ég held við séum á leiðinni í einhver menningarmál ekki fara langt. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Hér erum við í Radio Gaza. Hjá mér er engin önnur en Magga Stína Blöndal, velkomin. Takk fyrir. Og gleðilegt nýtt ár. Já, við verðum að óska þess að það verði árið. Já, þetta verði árið þar sem að Palestína verði frjáls. Já. Já, það er eiginlega alveg útsýn með aðra róskir verða víkja. Já, fyrir ósk. Já, ég er sammála. Jú, og svo við kannski bara vindum okkur beint í málana, myndi ég segja, síðasta 1,5 árið næstu því, Magga Stína. Það er verið að koma 1,5 ár af þjóðarmorði. Já, reyndar náttúrulega þetta bara miklu lengri tími, en svona þessi svona afhjúpun á því þjóðarmorði sem að hefur staðið yfir og hefur verið fyrirliggjandi og staðið yfir og þessi síðasta hrina sem að, og þetta orð hrina náttúrulega bara er orðið einhvern veginn daldið svona skrítið og þetta er náttúrulega orðið einhvern veginn það sem hefur gerst er eiginlega heimurinn hefur tekið þátt í að fylgjast með þessari, þessu síðan 7. október 2023. Ég fylgjast með því beinni útsendingu, þannig að það er í beinu streymi
og ég held að sko það náttúrulega bara þú veist gerða verkum að afhjúpunin á þessu var alger afhjúpunin á þessum grimmdarverkum, þessum sadisma sem að þarna sem að Ísraels hið svokallað Ísraelsríki sem er leiðilegt ríki sko beitir fólk Palestínu fólk og það er raun að vera held ég hafa haft sko svo djúpstæð áhrif á manneskju sem hafa fylgst með þessu að það verði náttúrulega kannski aldrei skilur þú veist engin manneskja getur orðið söm sko. Ílskan er svo óbærilega mikil. Einmitt. Og það við höfum oft talað það einmitt að það er svona svolítið eins og svona bara öllum grunnstóðum hafi verið kippt undan fótunum á manni einhvern veginn, þú veist, með viðbrögðum yfirvalda almennings allt í kring, þú veist, það er ennþá til þetta fólk þarna úti sem að bara stingur fingrunum svona í eyrun og svona hummar þetta einhvern veginn fram að sér og segja, jú, þetta er auðvitað hræðilegt en við erum svo langt í burtu. Og það eru kannski svolítið svona skilabóðin sem að við höfum verið að fá frá okkar ráðafólki og núna 9 ráðafólki. Það var grein á mannlíf í dag þar sem að Þorgeir og Katrín svarar spurningum út í þjóðamorðið af því að nú hefur sko er ákveð misræmi í hennar málflutningi sko frá því úr kosningabaráttu versus svo núna þegar hún er orðin ráðherra utanríkismála. Já. Og spurningin er bara hyggst Ísland taka þátt í að styðja kæru Suður Afríku viðskiptaþvingunum eitthvað svona. Hvernig last þú í þessi orð hennar? Já, ég veit að allavega krafan til dæmis sem gengi var með sem sagt á síðasta laugardag þegar félagið Ísland-Palestína fór fyrir göngu og þá voru svo krafa lögð fram meðal annars að Ísland taki þátt í kæru Suður Afríku. Virkilega flott ganga og fjölmenn. Ofboðslega kraftmikil og hún var mjög fjölmenn og það var eiginlega alveg ótrúlega hvað segir maður svona það er svona heilandi já, algjörlega og svona mér fannst þið sjá kannski líka bara og mér finnst það kannski einhvern veginn núna að mér finnst svona fólk þú veist, ég gefur svona annað fólk sko, að vera einhvern veginn svona að bætast við. Já, það voru mörg nýja andlit. Já, mörg nýja andlit og þú veist, virkilega svona þú veist, af því að kannski er þetta líka kannski er manneskjan einhvern veginn þannig samansett að sumir eru fljóti til viðbragðsins og svo eru aðri kannski seinni og þú veist og allt það og það er alveg skiljanlegt og sumir eru þetta bara í afneitun og ég meina við sko þekkjum þetta, ég meina þú veist það er bara þannig að það var rosalega svona eflandi og og ég er alveg handvissum að sko maður aðlæðist svona trú á maður þekkti í raun og veru þjóðsina rétt skilur hvað ég meina einmitt þú veist að og það er auðvitað svolítið svona þú veist það er náttúrulega opbárslega svona gefandi og styrkjandi akkurat þú veist á sama tíma og þú veist þetta er ástandið náttúrulega er orðið þannig að mamma bara hafa sér allan við að koma sér út úr rúminu sko þú veist á morgnana sko einhvern veginn vegna vonleysis akkurat af því að það er að gerist ekkert og það sem að kannski er svolítið svona það sem ég finnst vera daldið svona alvarlegt sko að það er þú veist þeirra stjórnmálamenn eins og Þorgeir og Katrín og ég meina sko hún segir þú veist leggur upp með eitthvað kosningalofvörð og hún er spurninga í aðdraganda kosninga. Já, það voru mjög afdráttarlaus á fundi félagsins Íslands-Palestínu þar sem hún sko, hún segir bara fullum feitum þjóðarmorð og já, þetta er þjóðarmorð og já, við viljum gera betur og Ísland á að gera hitt og þetta. Þetta er kannski svona ekki alveg sami kúrs og hún tekur í tilsvörum núna, það var í kryddsíldinni annars vegar, þá svona hvað við nýjan tón, hún var svona ögn mildari í því hvað hún valdi orðin sín betur.
Já, og svona kannski hún kannski þetta svona fellinu það sem margir eiginlega allir stjórnmálamenn falla sko að vilja ná sér í atkvæðu út á það að segja þjóðarmorð en til dæmis eins og hún segir, hún talar hann í svari til mannlífs, var ekki mannlíf? Jú, þetta var mannlíf, já. Þá talar hann tökin fyrir botni Miðjarðarhafs, af því það hendar núna og það eru þetta engin átökin eru bara, það rignir bara sprengjum og það hefur verið sko drepin 5.000 börn mínimum sko 5.000 börn á síðustu 100 dögum 5.000 það er rosalega mikill fjöldi og þú veist það var fyrsta fórnarlambið á þessu ári var 8 ára gamalt barn ég vaknaði upp á jóladag nýfætt barn hafði frosið í hel og það eru það er algjörlega óhætt að segja að þetta séu sko 20.000 börn sem hafa verið drepin með köldu blóði og og kannski það var þetta mælast til þess að fólk kannski umrekna að það er í íslensk börn Já, það er svo ótrúlegt einhvern veginn þegar maður hugsar út í þetta að því að ég veit að Palestínufólk og það er svo djúrlegt að segja við erum ekki tölur, það er manneskja á bakvið og ég hef oft hugsað hvernig maður getur aðstóðað sko venjulegt fólk sem er gott fólk en hefur kannski ekkert verið að þrýsta á í þessu máli eða einhvern veginn tekið þátt í fjöldahreyfingunni fyrir Palestínu þú veist hvernig maður getur náð til þeirra og ég fattaði upp á einu ráði sem ég ætla að bera undir þig og hlustundur að það sko að ef maður sér fyrir sér eitt barn sem maður elskar rosalega mikið bara maður sér fyrir sér bara uppáhalds litlu manneskinu sína og maður ímyndar sér að hún er bara ein lítil manneskja sem þú elskar svona mikið hversu margar manneskjur eins og þú eiga svona litla mannesku sem þeir elska meir en allt og þannig einhvern veginn getur maður svona tengt sig inn í þann sársauka sem að eiga sér stað bara inn á Gaza ég staðin lítil manneska er alheimur manneska er algjör alheimur og við vitum það þegar við horfumst í augu við sérstaklega litlar manneskjur sem við þekkjum og maður getur líka æft sig og eins, þú veist, af því að það er svo átakalegt að setja litla manneskjur sem maður elskar svona heitt í hryllilegar aðstæður ef maður sæði fyrir sér sko, bara að hún væri hrædd eitthvað staðar upp í húsvegga því að það var eitthvað hryllingur í gangi í kringum hana eða hún var inn í miðjum eldsvoða eða við viljum ekki, ég meina við keppumst við að forða börnum frá sársauka eða allan daginn akkurat og þannig að þetta er svona og það er svona þegar það talað átök að því að maður veit að þessi börn er ekki standin um átökum nei og það veit Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir líka hún veit það og Kristrún Frostadóttir hún veit það líka þú veist þetta fólk veit það veit allt að það er þjóðarmorð í gangi það veit allt þú veist það hefur allar upplýsingar og það er náttúrulega þú veist það er oft talað að ég nú er alltaf óþolinmóð manneskja og svona mér er stundur legið það á hálsi að vera full óþolinmóð og ég reyna að takast á við það svona sem eitt af verkefnum lífsins að reyna að sigrast á svona þessum brestum sem ég hef sko en sko nú erum við að tala í alvörunni sko í 15 mánaða beint streymi þar sem að við vitum allar ég og þú og Þorgerður Katrín og Kristrún Frostadóttir við vitum allar 4 hvað er að gerast hvernig það er að gerast með alla fylgifiska ég veit ekki betur en að við höfum verið til dæmis meðvituð það læknirinn sem var misti fyrst son sinn fyrir nokkrum vikum var svo handtekinn hann vildi samt ekki yfirgefa sjúklingar sín á spítalanum sem heitir Húsen Abu Shiva Al-Shiva hann er tekinn til fanga það heyrist ekkit á honum
og það erum við að tala líka en það ekki bara við fjórar, ég, þú, Kristrún og Þorgerður sem að sko erum meðvitaðar, heldur allt heilbrigðisfólk, starfsfólk til dæmis á landinu hérna alveg meðvitað, læknar eru meðvitaðir, til dæmis í sambandi þessu mál þessa mann sem að varð mjög svona, það fór mjög hátt og hann hefur orðið svona einhvers konar symbol sko, þú veist, eitt af þessum eins og Hind var svona symbol og þú veist að hann hefur orðið symbol fyrir líka, já, ásamt lækninu sem var nauðgað til bana og hérna þannig að þú veist að við þurfum ekkert að hérna, við þurfum ekki þyrlaninu reiki upp hvað þetta varðar, hvað í gangi og hérna og þetta helst í hendur þannig að sko þú veist, ég veit ekki náttúrulega hvað vakir fyrir fólki sem ætlar að fara að kalla þetta átök en það í raun og veru og mustum bara leiðilegt að segja það sko að það alveg rosalega dónalegt þú veist, að tala átök þegar að hérna þegar búið að drepa 20.000 börn á rúmlega ári sko þú veist, það raun og veru kannski eins og amma myndi segja maður bara gerir þetta ekki sko. Nei, einmitt. Þannig að hérna, ég held að væri hérna ráð fyrir hana svona þess að bara svona þú veist að því all getur verið glart og líka fullorðnir hérna og hún getur bara, þú veist, tekið þessu orð sín tilbaka í raun og veru og hérna og hún segir heldur líka í svarinu til mannlífs að því hún spurð hvort að hérna Ísland muni taka þátt í kæru Suður-Afríku fyrir og þá svarar hún ekki spurningunni sem líka svolítið alvarlegt að því hún segir við munum sætt okkur við niðurstöðu dómstólsins. Það væri bara mjög undarlegt ef við myndum ekki að gera það. Ég veit ekki hvort að flökra að gera það ekki en hérna allavega sko en það var sérst ekki spurningin. Nei, einmitt. Þú veist, hún hérna þannig að hún ætlar, hún þá spyr ég, hún þá að segja að hún ætli ekki að taka þátt í kærunni eða afvega leiða fólk bara svona meðvitað, ég veit það ekki sko en hún ætla henni gefst þetta tækifæri. Virðist vera svolítið svona eins og hún sé að þvó hendur sínar af þessu. Já og náttúrulega í ljósi þess að hún náttúrulega alveg sko NATO-manniskja fram í fingurgóma að þá það mjög sérkennlegt að hún skuli tala að hérna hún ætla að hérna hvetja bandamenn Íslands til þess að hérna hvernig orðar hún þetta allar hvetja bandamenn til þess að gera meira eða beita þvingunum eða þvingunar aðgerðum beita Ísrael þvingunar aðgerðum en sko þannig mál með vexti að bandamenn Íslands sem að hún væntanlega að tala þá NATO og hérna og bandaríkjamenn sem að hérna hafa komið fyrir þú veist kjarnorkuvopnum fyrir utan Ísland og ég meina það þá væntanlega hennar bandamenn ekki 800 hermenn stattir hérna á Keflavíkurflugvelli. Jú og það verið að bæta í. Já og hérna þannig að það væntanlega bandamennir en það akkurat þeir sem að fremja þetta þjóðarmorð. Akkurat. Og Ísrael auðvitað kannski bara einhvers konar handbendi bæði Bandaríkjana og hérna þetta svona þeir sem vinna skítverkin fyrir Bandaríkin og hérna Evrópusambandið utan þá kannski Írland og Spán. Já, það bara hérna búið að ljúga að fólki sem að var sannarlega kom úr miklu tráma helfararinnar og þeirra ykta tráma var einhvern veginn notað í að ala upp kynslóð, bara eitthvað svona drápsvéla í mannsmynd. Já. Og það í rauninni það sem að hið svo kallað Ísraelsríki það byggt upp á þessu mikla tráma, þessu gapandi sári sem hefur aldrei verið gert upp í evrópsku eða bara alþjóða samfélagi, hefur aldrei verið gert upp, við höfum aldrei klárað. Nei. Við höfum aldrei klárað helförina og við höfum aldrei einhvern veginn, þú veist, farið í vinnuna sem fylgir því að að svona rífa plásturinn af og bara græða sárið, sko. Já, og líka í raun og veru sko talandi þú veist,
þetta viðbragð að stofna Ísraelsríki að þá það í raun og veru sko, þá glæpnum viðhaldið þú veist að gyðingar einmitt í sínu mikla tráma þú veist eru einhvern veginn blektir í mér, sko eins og ég skil það þú veist einhvern veginn blektir þú veist inn í einhverja lausn sem engin lausn af því að þú veist hún stríðir gegn öllu lögmáli þú veist bara mennskunnar já mennskunnar og væntanlega gyðingdóms en það síónismi hefur ekkert með gyðingdóm að gera sko ekki nokkuð skapaðan hlut það verður margsamt en það held ég sko síónistirnir fyrstu hafi verið sko tilheyrt evangelisk kirkju í Bandaríkjunum já, einmitt þú veist, þetta voru þú veist, þetta bara svona þetta svona eins og svona fasíst afl sem að einhvern veginn svona ferstir læsir klónum utanum fólk sem að hefur þessa ofsatrú á Guð eða og einhvern veginn svona notfærir sér þann kærleika sem oft fylgir trúabröðum ég meina, og á að fylgja trúabröðum og þannig að þetta svona þetta er svolítið svona það væri náttúrulega hægt að tala bara þú veist í marga sólarhringa skilur þetta að þú veist fram og tilbaka en ef maður heldur sér svona þú veist kannski bara við það sem að gerast núna ég meina það er auðvitað margt sem í gangi það er við erum að tala þú veist einmitt þessa þjóð eða ég veit ekki náttúrulega einhvern veginn þessa þjóð ísraelsku þjóðina sem að stendur sko já ég meina sem að í raun og veru á sér enga framtíðarvon skilur þú veist að hún bara búin að vera sko hún raun og veru fallinu sjálft sig sko og hefur bara grafið sína eigin gröf sko þú veist, vegna þessa sko botnlausa og algjörlega markalausa sadisma sem að þeir hvernig þeir valta yfir annað fólk sko og yfir palestínufólk ræna það, niðurlægja það hvernig talsmátin ég meina núna og eins og alþjóð veit að þá þú veist voru glæpirnir teknir upp á myndbönd svona hvað er það TikTok TikTok myndbönd þar sem að ísraelskir hermenn hlæja á meðan þeir biðja unnustu sínum að giftast sér á meðan þeir sprengja heimili þúsunda manna og barna og fjölskyldna þú veist, ég veit ekki eins og hvernig maður á að byrja að enda skilur þú veist, einhverja lýsingar þetta er eitthvað á einhverju svona dystopísku plani sem að þú veist, og dystopían orðin að veruleika og það sem að gerir sko, þú veist, er að þegar viðbragðið ekkert að þá lifir kannski fólk sem að kannski segjum bara eins og við sem að akkurat, þú veist, hefur aldrei áttað sig svona vel á ílsku heimsins það upplifir sig algjörlega valdalaust það upplifir sig algjörlega magnvana gagvart þessum óendanlega sadisma þessari botnlausu ílsku það er bara svona eins og helvíti hafi verið bara bara, hvað segir það hafi verið bara hleypt út úr helvíti þú veist, og djöflarnir bara gangalausir og þeim að klappa lofi í lófa af þeim sem við höfum treyst fyrir því að halda einhvern veginn upp einhverjum lögum, einhverjum reglum í samfélögum okkar og ég meina þetta er náttúrulega alveg þú veist, þetta er bara svona sjokk út af fyrir sig sko, þú veist og ég myndi halda að þú veist það er eitthvað þarna sem við þurfum að sko átt okkur á hvar við þurfum að standa upp sko maður átt sko endalausar rökræður, maður hugsa endalaust allan sólhringinn það, þú veist, hvað er það sem getur stoppað þetta, hvað mögulega gæti hver og einn gert þú veist, eigum við bara að fara þangað við höfum átt þetta samtali já, ég meina bara margoft átt þetta samtali en ég meina, þú veist, og eins og kannski bara sem ég segja, þú veist, ég ætla bara þú veist, hvað maður stefni bara 1.000.000 manns þangað já, og en ég meina sko, hvað með sko stjórnvöld hér þeim ber skylda
þeim ber ófrávíkjanleg skylda til þess að bregðast við þegar þau fylgjast með þessum endalísu brotum á alþjóðalögum, þessum endalísu sadisma, þessu þjóðarmorði, þú veist, þeim ber ófrávíkjanleg skylda til þess að rísa upp og gera allt sem í þeirra valdi stendur sem mikið. Við gerum ekki margt. Við gerum allt sem við getum. En þetta fólk, Kristrún Frostadóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir og hennar fólk, allt í ríkisstjórninni, það getur beitt sér með kröftugum hætti, það getur farið fram sem friðarþjóð, svona, þú veist, ég myndi nota tækifæri, það nú síðustu forvöld, sko. Já, svona, ég veit ekki alveg hvort við getum kallað okkur friðarþjóð lengur þegar við erum komin með her. Nei, og svona, og þetta, þú veist, náttúrulega, þetta svona áframhald á þessari utanríkisstefnu Íslendinga, þar sem þeir hafa selt sér Bandaríkjamönnum, sko, fyrir 50 kall. Alveg óendalega sorglegt og þú veist, og ég verði að segja svona að það gerir auðvitað Ísland að beinum þáttakanda í þjóðamorðinu og við erum samsek og það verða kannski líka borgararnir að átta sig á og af því, sko, þetta verður gert upp. Þetta verður gert upp og borgarar þessa lands, þeir verða að átta sig á því að við erum samsek, að því við erum í raun og veru, sko, þú veist, við erum að styðja þá sem að fremja þjóðarmorðið. Já. Og þetta óska ég þess, sko, að þú veist að þetta svona, þetta hrun á siðferði sé ekki veruleiki. Já, ég með grein mannlífs fyrir framan mig og það eru þessar 2 spurningar sem mannlíf spyr en það er þetta með kæruna. Já. Og svo hreinlega spurt bara hvort að Ísland ætli að beita Ísrael viðskiptaþvingunum. Það myndi mann finnast vera bara eitthvað algjört djöfulsins lágmark, afsakja orðbragðið, en það er bara að beita viðskiptaþvingunum orðið eitthvað svo, þú veist, þetta orðið svo eitthvað svona ok, þú veist, þetta algjört minimum, þetta eins og þú veist að mann kaupir ekki Coca-Cola eða Dominos, þú veist. Já, og ég meina og það náttúrulega svo margt sem að þú veist, ég ansi hrædd að fólk átti sig ekki á því, sko, hve mikil viðskiptasambönd Íslendinga eru við Ísrael. Það er nefnilega það sem að virðist vera kannski bara eitthvað á huldu, ég veit ekki, það er eitthvað ástæða fyrir því að það þessi tregða, að því að við höfum talað það áður við þetta borð þegar að borgin gaf Björk Vilhelms það í svona brottfarar gjöf úr borgarstjórninni að fá í gegn viðskipta þvinganir á ísraelskar vörur í innkaupastefnu borgarins og þetta er eitthvað sem að vakti gríðarlega athygli. Þetta var, þú veist, borgin var ekkert í einhverjum gríðarlegu viðskiptasambandi við Ísrael þanniglega séð, en þau hættu að kaupa appelsínur frá Ísrael inn í mötuneyti grunnskólana en þetta var tekið tilbaka. Nokkrum dögum síðar af því það varð allt vitlaust einhver staðar í bakherbyggi. Já, það varð allt vitlaust. Já, það varð bara allt vitlaust. Og það var líka kannski bara efna ástæð til þess að fara í sauman á því hverjir eru þau svona reiðir og mér minnir að það hafi nú verið Bjarni Benediktsson og félagar sem hafi kannski þeir fóru svona mikinn í kjölfarið, sko. Já, hvað segirðu? Já, hvað segir þú? Ég veit bara hvað það segja. En þetta einmitt, eins og við segjum, þetta svona algjört lágmark, það eitthvað svona beita, og sko, þú veist, viðskiptaþvingunar aðgerðir þú veist, þetta ekkert á einhverjum stórum skala, við erum lítið land, allt þetta, en bara, þú veist, þetta allt þú veist, þetta allt sandkorn í þú veist, stóru heildarmyndina. Sko, þú veist, að tala að því svo hún svarar þessu þannig að við getum ekki, að Íslandingar geti ekki beitt viðskiptaþvingunum einhliða. Það er ránt. Það er ekki rétt og ég skil ekki hvað hún segir það. En þess að það er hverri þjóð, er Ísland ekki fullvalda þjóð?
Ísland er ekki í Evrópusambandinu. Nei. Og þessi fullvalda þjóð, henn er algjörlega sjálfsvald sett hverjum hún setur viðskiptaþvinganir eða ekki. Írland, jafnvel þótt að Írland sé í Evrópusambandinu til helminga held ég að sé sko Bretland einhverju og hinn helmingun í Evrópusambandinu, þá gerðu þeir það samt og hvöttu aðrar þjóðir til að gera það líka. Írar, bræður okkar, skilur við. Og við erum bara að tala að bara versla ekki við hryðjuverkafólk. Já, Spánverjar hafa sett viðskiptaþvinganir og hvatt aðra þjóði til þess að gera slítið sama. Þannig að þetta er, og þú veist, ég áttam ekki á því af hverju hún segir þetta, skilur við. Ég grunum hún sé að vísa í ákveðna svona lagagrein sem var innleidd í svona nokkru kyrþei af forveru, myndum við segja það? Já, forveru hennar, Þórdísi Kolbrúnu. Það er þessi grein þar sem að innleiðing og regluverki Evrópusambandsins er, þú veist, að það er einhvern veginn svona leitt og gert skýrara inn í íslensku lögum, sko, en þetta er auðvitað ekkert endalegt. Við höfum okkar stjórnarskrá, við erum ennþá fullvalda ríki. Já, ég meina, sko, regluverk er ekki lög. Við höfum alveg að gera greinum henni því, þú veist. Opinber yfirlýsing stjórnvalda er ekki Facebook-færsla, skilur við. Það er ekki þannig. Og þú veist, og ég held að við erum alveg átt okkur á því hverja skyldur okkar eru. Ég tala ekki þegar við erum utanríkisráðherrar eða forsætisráðherrar og ég meina, þú veist, eða heilbrigðisráðherrar. Herðu, talandi heilbrigðisráðherra, nú fórst þú ásamt flokki fólks fyrir aðgerð í heilbrigðisráðuneytinu nýja. Já, það var. Og hvað voruð að gera og hverju voruð viðtökurnar? Já, ég held að kannski þetta er svona með því póetískara sem að ég hef lent í, ef ég var að segja, svona súrealískasta svona, kannski situasjón sem að, og hafa það nú verið margar hressar, sko. Við fórum, allir mikið verið 9 samtals, 9 manneskjur, sem fórum með kröfugerð og vildum lesa hana upp fyrir heilbrigðisráðherra. Það var svona kröfugerð upp á kannski 1 blaðsíðu eða 1,5 eða hvað svoleiðis. Þar sem að þess var krafist að heilbrigðisráðherra bara sko beitti sér í þessu máli og að því heilbrigði starfsfólk, sko, ég veit að Læknafélag Íslands til dæmis gáði þetta opinbera yfirlýsingu núna á gamlársdag í kjölfar þessi lækni sem vorum að tala um áðan. Var tekin til fanga, það hefur verið haft sambandi við félag hjúkrunarfræðinga, þannig að það þótti ástæði til þess að fara með þennan gjörning og gjörningurinn gekk út á það voru 6 manneskjur sem að röðuðu sér svona upp með mynd af lækninum, hendur fyrir aftan bak, svona tákgrænt eins og það fólk, svo staða sem fólk er sett í þegar það er tekið til fanga og við vorum á hnjánum, 6 manneskjur. Nema hvaða í heilbrigðisráðuneytinu, það er alls ekki hægt að það er skráum að sé inn, að því að það hefur verið einhvern veginn allavega svona. Ég er svo gömul að þú veist, ennþá bara átta mig ekkert á því bara hvað fólk er að fara í 300.000 manna samfélagi, þar sem að, sko, þú getur ekki talað við mannesku móttökuritara, sko, án þess að skrá þig inn og gefa fingrafar og helst bara, munstróku, þú veist, þegar þú ferð inn, sko, í alvörinu. Og, en það var nú guðslega var mamma mín með í för og var svona forsprakkin, svona þarna í að hún sem hjúkrunarfræðingur og rann henni blóðið til skildunar og hún las upp kröfugerðina fyrir ráðuneytisstjóran sem kom samt ekki fyrir eftir dúk og disk því að eftir hún hafði bankað stanslaust á dyrnar þangað til einhver opnaði og hún spurði viðkomandi hvort að Alma væri við, Alma Möller og hann sagði að skildu aðtúa það og lokar aftur
og þarna býðum við ég myndi halda kannski svona 10, 12, 14 mínútur og þangað til innstorma 10 lögregluþjónar. Nei. Jú. En maðurinn var hvergi sjáanlegur þessi sem alltaf aðtók hvort að heilbrigðisráðherra væri við. Hann er kannski hringt á liðsauka svona við að finna Ölmu Möller. Ruglast á númer, maður ætlaði að hringja í Ölmu en hringti í lögregluna eða eitthvað svoleiðis, sko. Ég bara veit ekki alveg að því þetta var algjörlega friðsöm og þögul aðgerð. Þú veist, það var bara og það var akkurat það er svo margt í þessari sögu sem er skemmtilegt, sko, að það er bara hálfa verið nóg, sko. Og ætlaði lögregluna að taka móðu þína þá eða hvernig? Nei, þeir komu og þetta var svolítið svona einkennilegt fyrir lögregluna því það var ekki neitt að gera neitt, þetta var bara alveg, sko, ekki það að hún, sko, hafi ekki náttúrulega áður brugðist við harkalega, skilur þó að fólk sé ekki að gera neitt, en þessir voru nú svona dálítið svona viðræðu fúsir og svona spurðu hvað við varum að gera og við sögðum hvað við varum að gera, af hverju við varum að gera þetta. Þeir spurðu til dæmis út í hver mynd á þessum læknum, hver þetta og við sögðum. Þannig að þeir sýndu í rauninni meiri áhuga á... Ég miklu meiri áhuga heldur en allir starfsmenn heilbrigðisráðuneytisins. Þá sýndu þessi 2 lögregluþjónar sem að töluðu, miklu meiri áhuga. Og þeir urðu meiri svo sendiboðar mótmælenda gjörningahópsins. Því að við sögðust myndi bara fara leið og við værum búin að fá að lesa upp þessa kröfugerð fyrir ráðherra og þeir svo, já, þið lofið því, já, þið allir bara fara og vil ekki bara, já, við skal bara aðtóa hvort ég get ekki komið þessi kring nema það dvaldi hann eitthvað þarna inni, eitthvað vaðist það fyrir starfsfólkinu en þá og svo kemur þessi ráðuneytisstjóri og við lesum kröfugerðina og svo ferum við. En það er náttúrulega alveg einkennilegt að heilbrigðisráðuneytið skuli kalla til lögreglu þegar einhver spyr hvort heilbrigðisráðherra sé við. Já. Það ekki? En ég meina þetta er nú ekki til fyrsta skipti sem að einhverju úr þessari hreyfingu verða fyrir svona fordómum bara, við skulum bara kalla þetta það sem þetta er bara, ef þú ert með Palestínu klút einhvers staðar, þá er þið sýndu aukin harka og við erum farin að finna þetta er ekki bara í löndunum í kring, þetta er hérna líka. Já, algjörlega, en það sem er athyglisvert við þetta er að hverjir eru kröfurnar? Það er sko að við stöndum að heilbrigðisstarfsfólk og Alma Möller er fyrrverandi landlæknir, hún er læknismentuð kona að það er hennar grunnskylda í lífinu að standa vörð lífið það er hennar grunnskylda og það var grundvallar lína í þessari kröfugerð að hún áttaði sig á því að allir heilbrigðisstarfsmenn og við öll og sérstaklega heilbrigðisstarfsfólk ættum að standa vörð lífi. Það er grunnskylda starfseminnar, heilbrigðisstarfsemi. Hippokrates. Já. Þannig að sko það voru skilaboðin. Og ef það er ástæða til þess að beita einhvern veginn þá sem að gera þá kröfu, þessum yfirgangi, þá nú illa komið fyrir Ölmu Möller allavega. En svona áður en að kannski við ljúkum þessum fína Radio Gaza þætti þá hvað er að frétta svona á Gaza núna? Hvað er, þú veist, ég meina það er, ég sá í morgun þar var, þú veist, þetta er auðvitað daglegt brauð en það var, þú veist, það var stór sprenging, svo er náttúrulega, var verið að sprengja Líbanon núna, bandaþjóðir voru að sprengja í Líbanon í nótt. Og það er einmitt bandaþjóðir Íslands, það voru Bretar og bandaríkjamenn sem voru bara og Líbanon og Jemen. Því að þetta er sko, ég held að við sem sko horfumst bara í augu við það að við erum miklu þáttakendur í þessu og kannski er það sem gerir það verkum að það mættu fleiri að þeir kannski fann að átta sig á því að við erum þáttakendur og hafa ekki hug á því sko. Og þetta er náttúrulega þú veist þetta er svona margbrótið ég meina að ástandið í Evrópu er náttúrulega orðið
mjög slæmt. Ég meina sér hvernig ástandi í Þýskaland orðið. Þú veist, það bara alveg absúrt, sko. Þú veist, það bara lögreglan, hún bara, þú veist, það bara eins og... Þú veist, beita endurlíkunar aðgerðum í gær á mótmælanda sem að lögreglan barði svo illa þessum marxísku mótmælum í borginni sem ég búin að glemma hvað heita. Og svo sér þau líka sko þetta sem heitir mainstream media sem eru, þú veist, ríkisfjölmiðlar, þú veist, það var bara að komast upp BBC hefur orðið uppvíst að því að vera meðsegt í skipulega að koma í veg fyrir upplýsingar kemist áfram, að veita rangar upplýsingar, BBC sem er ríkisútvarpi í Bretlandi, Deutsche Welle sem að er líka svona þýskt óháð blað sem að á að færa fréttir sko til fólks, það varð uppvíst að því sama. Náttúrulega við vitum þetta hvernig, þú veist, stjórnvöld í Þýskalandi hafa tæklað þetta mál. Ég meina þú sér bara í ríkisfjölmiðlinn þú veist, auðvitað hefur sko þau ekki verið dæmd eða það mun koma að því einhvern tímann sko, en það er algjörlega samhæppot ekki þar. Ég meina allir stríðisglæpirnir, þú veist, það er bara svona endalaust hægt að þú veist, þetta með nú frjósa börn í hel, þú veist, á jóladag þá opnaði maður samfélagsmiðla og þar var lítið 5 daga gamalt barn í fæðingarlandi Krists sem að fraus í hel. Einmitt, það var bara Jesúbarnið þeir undir rústónum. Já, og þetta er sko, og þetta sérstaklega þess að jólunum sko, verður þetta frekar kaldranlegt sko, þar sem að við í hver einstu messu er Jesús líkt við öll börn. Það er alltaf líkingi sem við höfum og þú veist, ef að stjórnmálafólk á Íslandi sem á annar staðar ætlar að horfa upp á það dag eftir dag án þess að nokkuð breytist og þú veist, og stjórnvöld verða líka átt að segja því þú veist, þeir þyrla ekki neinu ryki í augun á almenningi sko, þau gera það ekki, það er mjög misjöfnu tilraun en þá er það bara einbeittur brotavilji, þá vilja þau bara slátrun á börnum þú veist, þá er það bara þannig og það er miklu hreinskilnara að segja það bara einmitt. Þannig að sko það er sko, þetta er svo botlaus harmleikur þú veist, hvað er þessi margar ófríska konur sem eru konar á barnsburði í dag einmitt, kannski 500.000 já, örugglega 5.000 jafnvel. Þú veist, það er bara ég veit ekki hvort að það eru 2 milljónir manns voru 2,5 það eru 2 milljónir manns inn á Gaza núna og ég meina og þessar sprengjur þessar þú veist 2.000 pund, ég veit ekki hvað veit bara ekki hvað pund en ekki ég veit ekki hund bara endalaust viðbjóðslegar, ógeðslegar sprengjur sem hafa ekki einu sinni verið samþæktir af vopnaframleiðendum. Nei. Að þetta eru tilraunarsprengjur. Þetta eru ólögleg vopn. Allt saman. En hvernig, en ég meina, nú við finnum öll fyrir því að það er fólk inn á Gaza sem reynir að setja sig í samband við okkur og svona. Ég verið spurð út í það af ættingum sem að og svona og bara kunningjum sem að kannski skilji ekki alveg hvað þeir eiga sér stað og sumir hafa meira þess að jafnvel verið pirraðir yfir því, þú veist, það er eitthvað að heimta með peningan á internetinu, eitthvað svona, þú veist, er þetta ekki bara eitthvað skam og þetta, en þetta eru þetta einstaklingar sem eru bara að róa lífróður inn á Gaza og það er bara, ég mæli með því að einstaklingar setja sér hreinlega bara í samband við þetta fólk sem er að reyna að tala við það. Sko. Algjörlega, og auðvitað er það þannig í öllum sko stríð eða þjóðarmorð, ég tala ekki þjóðarmorð, þetta er ekkert stríð, en sko þjóðarmorð og öll stríð önnur, þau leiða af sér, alltaf það viðbjóðslegasta af sko öllu í fari hverra mannesku. Þú veist, ekki hverra mannesku, þetta er fórnalum ekki, en alltaf verður til einhver sem ætlar að græða á ástandinu.
Það er bara svona þessi kapitalíski heimur sem þrýst á hamförum, sko. Já, en ég veit ekki betur en að, þú veist, ég meina, en ég held til dæmis að, sko, þegar við erum að vera, þú veist, einmitt, það kom bara, þú veist, endalösa beiðnir og hérna, að við, og þú veist, allir Kristín Bjarnadóttir, hún er á Akureyri. Já. Hún er til dæmis mjög svona skýrt dæmi íslenska þjóðarsál, finnst mér. Ég veit það. Hún er hérna alveg ótrúlega manneskja og mér finnst hún hafa skýrt það út betur en okkur annar. Sko, hvað er að gerast í þessu samhengi? Skilur, hvað við erum að tala. Þú veist, og ég bendi bara á einmitt hérna viðtal við hana í hérna sem Arnhildur Haldunadóttir tók við hana og bara allt sem hún hefur skrifað í sambandi við þetta mál og hún heitir Kristín S. Bjarnadóttir og er alveg bara stórkostleg manneskja. En þessum hverstags hetjum, þessum unsung heroes sem að hérna fer lítið kannski fyrir svona á yfirborðinu en er ekki vinna alveg ótrúlegt starf. Bara baka upp í tjöldin heima frá sér. Og hún bara í raun og veru, hún er hjúkrunarfræðingur sem skilur starf sitt. Já. Og hérna, og ég hef þá trú, þú veist, ég hef ennþá þá trú að ég veit að, þú veist, ég er illa svikin ef að, sem sagt, og ég held það í alvörunni. Þú veist, ég bara einhvern veginn finn það að íslenskur almenningur, sko, ætlar ekki að láta. Nei. Þetta, ég meina það verður að tala íslensku gildi og ég meina það fátt íslenskara það fátt meira íslensk gildi en háfamál, myndi að segja. Já. Það er bara að tala það í háfamálum að vera öðrum góður gestgjafi og hérna gefa með sér. Ég meina við erum, sko, við erum náttúrulega ekki til neins annars hérna á jörðinni, heldur hann að hjálpa hvert öðru að vera til. Þú veist, það er það sem líf okkar grundvallar kraftur lífsins gengur út á. Þú veist, ég veit að mörg hafa við ruglast á leiðinni. Já, en það er alltaf hægt að gera betur. Alltaf hægt að finna þetta hjá sér, bara þú veist, það tekur enga stund. Akkurat. Kristína, takk kærlega fyrir að koma. Við getum auðvitað malað hér langt framöndi morgun sem endra nær. Við tölum mikið báðar. Já. Hérna, er eitthvað svona að lókum, er eitthvað á döfinni, er eitthvað aðgerðir, getur fólk sett sér í samband við þig ef það hefur áhuga á að taka þátt í aðgerðum? Já, auðvitað. Finna þig á Facebook? Algjörlega, finna mig bara á Facebook og bara ringja og hérna, það er bara nákvæmlega og ef fólk er með hugmyndir. Og fólk er með hugmyndir, það er góðum aðgerðum. Takk alveg fyrir í kvöld og ykkur sömuleiðis góðir vinir samstöðarinnar. Þetta er botnin í Rauðaborðinu og þakka ég Pétri Fjellsteð fyrir útsendinguna og mínu kæra góða samstarfsfólki fyrir gott kvöld af sjónvarpi og útvarpi. Takk fyrir. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.